Já, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi, síðla haust, eða byrjun haust, það er kannski full dramatískt að vera að tala síðla haust, að það er búið að vera kalt undanferðina, pídagur í dag. Herðu, Björn Þorláksson er hérna með mér. Það er hérna eitthvað fréttum í dag? Mér finnst eiginlega stærsta fréttin í dag, pistill biskups á vísi.is, þar sem að mér fannst hún segja Bjarna Ben og hans liði í ríkisstjórninni til syndana. Hún skrifaði semst pistil það hvernig sumir íslenski stjórnmálamenn hafa verið að réttlæta meðferðina á Jassan. Og henni er augljóslega nóg boðið. Hún er það nýbúða að sem sagt, hún er glæni í embætti en hún lætur hressilega til sín taka með harðri gagnrýni á ríkisstjórnina, myndi ég að segja. Og þannig að ég myndi telja þetta verið stærsta fréttin í dag. Hún segir til dæmis hérna í samhenginu í pistlinum: þegar of margir fréttatímar bera þess vitni að samkennd sé á undanhaldi í samfélaginu, þegar við lesum, heyrum og sjáum að 12 ára langveiku hjólastólabundnu barni hafi verið ekið af spítala og út á flugvöll að nóttu til, þegar þriðja barnið er myrt, er þá ekki réttlætanlegt að staldra við? Og henni finnst augljóslega að forsætisráðherra hafi ekki staldra við, og aðrir sem er að bera blak af einhverju ósýnilegu andlitslausu kerfi sem að þeir telja sé að vinna í þessu máli eftir bestu getu. Þannig að já, ég myndi segja að þetta væri stærsta frétt dagsins. Það er líka merkilegt að margan hátt, bæði náttúrulega tekur biskup sér stöðu við hliðina á smesta bróður Jesú í íslensku samfélagi í dag. Það er Jassan sem á ekki neitt, átti að varpa út úr landi, átti að valla fötin sem hann er með á bakinu, ekki hjólastólinn sem var í, tók hann á honum. Akkurat. Þannig að hún gerir það. En mér finnst það líka merkilegt að hún velji að skrifa grein á Vísi, sem er svona alþýðlegt og svona venjulegt í staðinn fyrir að koma sér fyrir í einhverju predikun og það berast þannig. Þannig að mér finnst þetta benda til svona áhuga á því að kirkjan eigi að vera þarna. Þetta er nútímalegu biskup sem nýtir sér spontant leiðir til þess að ná. Ekki predikunastóll. Nei. Þetta er bara sama og aðrir eru að skrifa í sama daginn. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega, kom svolítið fram í viðtölum okkar við biskupssöfnin, og þá var svona verið að velta fyrir hvert var í hlutverk kirkjunnar og hvernig hún ætti að vera þáttakandi í samfélaginu. Og það er misjafnt hvernig biskupar hafa gert þetta. Bæði ég er heima og svo út í heim, en með þetta mjög jákvætt. Við höfum oft talað það hérna, virt lýðræðislegt samfélag verður best á sig komið ef að kirkjan er í stuði, ef að háskólarnir er í stuði, ef að fjölmiðlarnir er í stuði, ef að verkalýðshreyfingin er í stuði, ef að almanna, það er oft haldið að lýðræðið sé að kjósa á 4 ára fresti. En lýðræðið er náttúrulega öll virkni okkar og öll þátttaka okkar í samfélaginu. Heldur betur. Sem að ég er reyndar með svolítið umfjöllun það. Ég er með mannréttindaskrifstofa sem er ekki mannréttindastofnun sem er búið að setja á en ekki búið að móta. Heldur að mannréttindaskrifstofa er búin til af svona frjáls- og félagasamtökum til þess að mæta kröfu Sameinuðu þjóðanna að hérna væri einhver svona fyrirbrigði sem eins og þú kannski veist að það verið fundið að því að við varum ekki með mannréttindaskrifstofu. Og hún var svo loks sett á í mikla fílu hægri manna. En mannréttindaskrifstofan, hún er með ráðstefnu á morgun hatursorðræðu og borgaralega óhlýðni. Og ég ákvað að reyna að ná aðeins utan borgaralega óhlýðnina og fekk Margréti Steinarsdóttur sem er framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofunnar og Önnu Lúðvíksdóttur sem er framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International og Óla Pál Jónsson sem er prófessor í heimspeki við menntavísindasvið Háskólans til þess að koma hérna, og Anna og Ólafur munum fjalla á morgun borgaralega óhlýðni. Og mér finnst að passa svolítið að því að við vorum til þess að í gær vorum við með viðtal við hópa fólki sem hafði tekið þátt í svona andspyrnunni gegn ákvörðun stjórnvalda að henda Jassan úr landi og svo biskupinn er að benda á. Og það eru mótmælendur sem eru út á götu sem
eru að svara því sem að ég held að sé vilji mikils meirihluta almennings. Allavega biskupinn kýs að standa þeim megin. Biskupinn var að fjölga mótmælendum með þessari grein sinni held ég núna. Þannig að við ræddum það þessi gær, hvernig það er borgarlegu ábyrgð okkar að andmæla stjórnvöldum þegar við fara eiginlega gegn vilja lýðsins og gegn samvisku fólks sem að þessi ríkisstjórn er sannarlega að gera. Og þannig að við ætlum aðeins að ræða borgarlega óhlýðni hér svona seint í þættinum og eftir að það kemur þá kemur hann Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson, veistu hvað það er? Já, hann er íþróttafréttamaður. Já. Kannski ekki svona manalegur viðmælandi okkar. Nei. En við ætlum aðeins að pína hann með að ræða svona íþróttir og ólympíuleikana síðast. En ég ætla mest að tala við hann ólympíuleikana 1948 sem voru í London. Og þá fóru Íslendingar í fyrsta skipti eftir sjálfstæði á ólympíuleikana undir íslensku fána. Og er hann sérfróður þetta? Já, hann er að læra sagnfræði með störfum sínum. Ég ætla að sé í meistaranámi núna, þetta er svona byggt á BA-ritgerðinnas. Og ég ætla aðeins að spjalla þessa ólympíuleika og aðra. Voru einhverjir mýveskir glímukappar þarna? Nei, ég held að það hefði verið, það voru sundmenn. Já. Það voru 20 manns sem fóru. Veistu hvað fóru margir í sumar? Nei. Þetta voru 4 eða 5, ég man ekki hvað það er. Það var voðalega lélegt ár. Þetta var óskaplega lélegt ár hjá okkur. Þarna fóru 20, en þá var það reyndar, það var ekki ólympíu lágmörk. Heldur var það beitt svona ákveðni skynsemi að vera ekki að senda fólk sem að myndi skítapa. En ég held nú einhverjir hafi skítapað í sínum greinum. Það er ekki kannski fyrir en eftir þetta sem að verður svona gullöld frjálsíþrótt á Íslandi. En ég ætla að ræða við hann þetta og kannski ég spyrja hann það hvernig stendur á því að það voru 20 sem fóru 1948 en bara 5 núna, hvað er eiginlega að? Eitthvað getur sagt það. Herðu, þú ert alltaf að tala klassísku deilumál, þú talar svolítið mikið áfengi í búðir og svona, nú ætlar að tala borgarlínu. Já. Heyrðu, ég held við séum all meir og minna með böggum hildar út á þessari borgarlínu þegar við heyrum það að þessi komið upp í 311 milljarða þessi samgöngusáttmáli og búin að fara úr, ég veit ekki. Borgarlínan er nú ekki öll svo uppæða. Nei, en þetta er samt þetta er eitthvað mjög skrítið í gangi. Þú kannski veist það í gær við atkvæðagreiðslu á Reykjavíkurborg, þá var Sjálfstæðisflokkurinn hafa 3 klofin í afstöðu sinni til samgöngusáttmála. Það kom Mara borgarfulltrúi og kaus atkvæði með sáttmála. Fyrir Hildi, var ekki. Og þetta er allt upp í loft. Við erum með hálf ónýtt strætókerfi virðist vera núna og samt á að selja okkur það að lausnin í framtíðinni sé strætókerfi. Bara svona meira strætókerfi. Ég notaði eitthvað sem að, ég man ekki hvað það var ekki, Páll Póstuli sem sagði þetta, þeir sem er ekki treystandi fyrir litlu, er ekki treystandi fyrir stóru. Já. Og þeir sem er ekki treystandi fyrir eitthvað strætó, að þeir get ekki komið til okkur og nei, við getum ekki ekki strætó almennilega, en við ætlum að reka borgarlínu. Já, það er greinilegt trúverðuleika vandamál í gangi og þessar fjárhæðir eru slíkar að maður einhvern veginn bara, já, eins og ég segi, maður er bara hrís hugur við því hvað mikið er undir. Veistu hvað 300 milljarðar er mikið? Veit ég hvað það er mikið? Já, það er einn mælikvarði. Það er vaxtagjöld ríkissjóðs á ári. Já. Við borgum vexti fyrir álíka mikið. Og þau voru að hækka á milli ára 12 eða 14 milljarða, minni mig. Já, einmitt. Já, okay. Svakalegt. Nei, en ég ákvað semst að fá 2 borgarfulltrúa í samtal þetta, ræða samgöngusáttmálan, ræða borgarlínuna, ræða framtíðina. Og í dag ríða semst á vaðið Sanna Magdalena Mörtudóttir, sósíalistum, sem er skeptísk á þetta, greiddi atkvæði gegn þessu. Og svo hins vegar stjórnarformaður Strætó, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Pírati. Já, Pírati. Og það verður gaman að heyra þær takast á þetta, en svo sem sagt var ég að hugsa að mér finnst margir vera að tala þessi mál. Og ég nefndi nú bara svona í upp, ég get bara nefnt til sem dæmi að loftið á morgnana verður verra og verra, umferðin verður hægar og hægari, það fjölgar þvílíkt bílum hér, bara frá viku til viku, á sama tíma og það er ekkert verið að gera mannvirkjulega. Svo er alltaf erfiður að nota strætó. Alltaf erfiður að nota strætó. Ég var alveg að gefast upp daginn þegar enn einu sinni felldu þið niður ferðir mín strætó.
Já, þannig að ég hugsa að hóta því bara hér og nú að búa til svona 4 til 5 þætti þessi mál og halda semst áfram í næstu viku og við bara spinnum hérna áfram þetta þema, við bara veltum því, setjum þá á borðið, viljum við borgarlínuna í þeirri mynd sem hún hefur verið kynnt, hvaða önnur option í gangi, heyrum í útivistarfólki, hjólreiðarfólki, heyrum í skeptískum, heyrum í þeim sem að vilja þetta áfram. Þetta miklu stærra mál einhvern veginn en við erum að fjalla, finnst mér yfirleitt. Já. En ertu á móti borgarlínu? Nei, ég bara svona opinn en þá. Ég ekki beint á mótinni, ég náttúrulega mjög ég styð náttúrulega umhverfisvænar samgöngur og almannasamgöngur alveg frá öllu mínu hjarta og ég myndi nota almannasamgöngur meira en ég geri ef það væri hægt. Vegna þess að ég get sagt sem dæmi að þegar ég þarf að koma bíl hingað í vinnuna, bara vegna þess að dagskráin þannig, aðstæður kalla á það, þá getur það kosta það að ég sé 45 mínútur að komast að Þingholtunum heim á bílnum vegna teppu. Hvern langar til þess að eyða lífi sínu? Hvað er þetta, 2 kilometrar á milli? 45 mínútur að... Já, nú getur ég með svo langt frá þeirri ég labba bara heim. Þess vegna segi ég það, þegar ég þarf að koma á bílnum, ég þarf að flýta mér, dagskráin þannig, ég að koma frá lækni, við til að bóka þarna, að þá þetta þetta meiri háttar böl að komast tilbaka á bíl. Og ég held að bara við séum öll einhvern veginn að rífa hár okkar á tæta, hvort sem við erum að nota strætó eins og þú eða hvað við erum að gera. Þetta gengur ekki. Nei. Það má efla strætó. Það er líka gott fyrir lýðræðið. Það er ekki gott fyrir lýðræðið að sitja einn kall í hverju bíl. Nei. Og reyna að halda á rétti sínum í umferðinni sem íslenskur siður. Svo ég tók eftir einu í hádeginu. Þegar ég labbaði yfir Kringlumýrarbrautina og það maður tók eftir því fyrir svona 5, 6, 7 árum að fólk var að byrja að keyra svolítið yfir á rauðu. Að þú veist að það er svona appelsínugult, það er fólk að læða sér yfir hérna í den, en nú bara fólk að fara yfir á rauðu, kannski er fólk svona og sirkað út að það er kannski þetta galli í ljósastillingunum, það sé of mikið bíl á milli, en ég sá mann á stórum trukk keyra yfir á svo eldrauðu að ég hugsaði, það hlýtur bara að vera stutt í banaslys á gatnamótum í Reykjavík. Þetta mjög áhugaverður punktur hér. Ég tók eftir þessu, þá var ég að stoppa svona eins og maður gerði í Kanada, svo komu 4 bílar og keyrðu yfir eftir að ég var stoppað. Ég einhverjum áratug á eftir eða bara, ég ekki búinn að koma mig inn í þetta svona íslenska akstursmunstur. Þetta gæti tengst þessari spennu sem að margir eru að tala að sé vaxandi í samfélaginu og leiðir til alls konar slysa og vondra ákvarðana og bara jafnvel tapast mannslíf. Það verða fyrstur yfir á næsta rauðaljós. Já, ég meina þetta ekkert grín að komast á milli staða í umferðinni lengur. Annað sem ég líka tekið eftir að ég mikið gangandi að gult ljós þú stoppar við gangbraut og það ég að labba yfir á grænu svo deyr græna ljósið upp og gult ljós á ökumanninum eða blikkandi þá verður menn byrjað að keyra af stað strax ekki það að þú að sitja á strákvinum á meðan að gangandi umferðin að klára sig heldur af því að það er ekki bannað að fara yfir það er ekki rautt á mig þá legg ég bara á stað og ég þurfti einu sinni að taka svona röðskref til þess að bjarga mig frá einu bíl þannig það er eitthvað tjúllu eins og þú að segja það er svona tjúllu spenna á hraði hérna eins og við stundum kvartaði yfir Reykjavík að við alla spennuna eins og stórborg en fá af kostum stórborg það er stundu sagt það sést í umferðinni Herðu, en þetta er prógramið hjá okkur í kvöld nema hvað að ég ætla að hitta hérna á eftir þegar búin að vera kynningu þá er það Ásgeir Brynjar Torfason sem kemur hérna sem er fastagestur í þættinum hann var með erindi í gær á ráðstefnu sem var svolítið smíðuð í kringum Klöru Mattei sem er ítalskur hagfræðingur sem hefur gefið út bók sem að heitir Capitalist Order þetta verið bara auðvaldsskipulegið
það sem hún að fara yfir sko, það sem stundum kallað sveltistefna hérna og niðurskurðarstefna sem að við kannski horfum á oftast út frá því að sé niðurskurður í ríkisfjármálum til þess að fjármagna skattalækkanir til hinna ríku en hún vil líka taka sko peningamálastefnuna sem að líka annað tæki til þess að flytja fé til þess að verja auðinn til að hækka vexti, til þess að verja auðinn og taka fé frá þeim sem að skulda, sem að lítið eiga eða ekkert eiga og flytja til hinna auðugu. En líka atvinnustefnu sem þannig að ríkisvaldið ætti að skipta sér að atvinnustefnu. Það eru braskararnir stjórnaði í hvernig ferðaþjónustan þróast eða fiskeldið eða vindmyllunar og þar til götunum. Þannig hún fór yfir það, en Ásgeir Brynjar þekkir hana, þau kenndu saman á Ítalíu, þannig hann var með líka erindi á þessar ráðstöfnu sem að VR hélt í gær og ég ætla að fá hann til þess að ræða við mig sveltistefnuna, niðurskurðarstefnuna, þetta er austerity á ensku, þetta er svolítið vandræðagangur með þýðinguna á þessu. Já. Við höfum ekki ennþá fundið hana. Þannig ég held þetta verði sko mjög góðu kúrs í hagfræði eða þú veist hvaða áhrif þessi hugmyndastefna hefur haft á samfélagið okkar. Á mannamáli. Gott. Hér eftir augnablik. En áður að því kemur þá minni á eins og ég ger alltaf að allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda. Það eru margir áhorfendur og áheyrendur sem hafa gert áskrifendur, ætla ekki komið á 1500 manns í dag. En við vitum að það eru miklu fleiri þann úti sem að hafa kannski átt að segja á að samstöðin, tekið ákvörðun innra með sér að samstöðin sé mikilvæg fyrir íslenskt samfélag og það sé mikilvægt að allir leggi lið sem að geta að við getum byggt upp öflugan umræðu vettvang og fjölmiðil með þáttöku ykkar með því fleiri sem að gera áskrifendur og ég ætla að beina orðum mínum til þeirra sem hafa raunverulega ákveðið fyrir löngu að gera áskrifendur hér, að láta nú verða að því og fara inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástandur áskrift, það getið þið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin, ef þið viljið borga meira þá getið þið það og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna og Alþýðufélagið er ekkit annað heldur en félagsskapur áskrifenda, þannig að samstöðin er líklega eina fyrirbrigðið í heiminum sem er í eigu áskrifenda. Ég þekki engan slíkan fjölmiðil. Það er ekki bara tilraun sem við erum með hérna í svona dagskrárgerð og umræðu og blæ og tón og öllu því, heldur þetta líka svona rekstrarleg tilrauna mennska sem að vonandi mun ganga upp. En nú það er bilið, hérna kom örstutt skilabóð frá öðrum og svo kemur Ásgeir Brynjar Torfason hér. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, við ætlum að ræða sveltistefnu eða niðurskurðarstefnu. Kannski erfitt að finna svona orð sem er sátt í íslensku samfélagi við það sem við kalla austerity á ensku og hefur mótað okkar heimshluta og Ísland ekkert síður en önnur lönd í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. En VR var með ráðstefnu þetta fyrirbrigði í gær og þá kom meðal annars til landsins Clara Mattei sem er hagfræðiprófessor á Ítalíu og talaði þar ásamt Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem er ritstjóri Vísbendingar og er hingað kominn.
Herðu, hvað voruð þið ekki í vandræði með nafngiftin á þessu fyrirbyrði? Já, þetta hefur verið þýtt sem niðurskurðar stefna eða niðurskurðar hyggja austerity en það nærði ekki alveg að því að einmitt stór hluti af skilaboðunum hennar í bókinni Klöru Mattei sem var hérna aðalfyrirlesarinn í gær að það annars vegar þrískipting hugtaksins austerity og síðan ef maður ætlar að tala um það á íslensku þá sko niðurskurðar hlutin af því bara einn partur og nú ég ekki ensku sérfræðingur en ég lagði til nokkur önnur orð ekkert af því nærði nógu vel en aðhaldsstefna sko það stundum talað taumhald á peningastefnunni. Það þá orð sem að þeir sem að beita stefnunni vilja kannski frekar nota. Já. Að meina sveltistefna sem ég var að nota hérna áðan það sem að stefnan bitnar á. Já, einmitt. Og þetta svona einmitt aðhald eða halda aftur af eða setja bönd á eða herða sultarólina eða svelti. Þá verið hugmyndum að sameiginlegir sjóðir og framkvæmdar armur lýðræðisins eins og ríkisvaldið eða sveitarfélögin sé eitthvað sem að verður hemja. Já og sko það sem að Klara gerir í bókinni. Þetta ekki aðhald gagnvart einkarekstri. Þetta ekki aðhald gagnvart. Nei, og kaupum Samherja og öðrum útgerðarfyrirtækjum. Sýnir fram á þetta oft dýrara. Ég meina eins og við höfum rætt hér áður það þegar ríkið selur einhverja eign og leigir síðan húsnæði til staðinn. Það ekki séns að rekna það til að það verði til bóta fyrir ríkið. Nei, það miklu dýrara. En það hins vegar þjónar eigendum kapitalsins óskup vel því þeir fá örugar leigugreiðslur fyrir húsnæði, skrifstofu skattsins eða vegagerðarinnar eitthvað þess að það rík. Ef ekki bara reyna að skilja þetta, hvað austerity þú segir þetta sé eins og Guðs, þríein stefna? Já, nú ég bara svona enduróma úr bókinni, ég mæli náttúrulega með bókinna, hún heitir The Capital Order, How Economists created austerity and paved the way for fascism. Það að segja skipulag kapitalsins, hvernig hagfræðingarnir bjuggu til sveltistefnuna, aðalstefnuna, niðurskurðarstefnuna og þannig ruddu veginn fyrir fasisma. Og hún uppaflega, hún lærði reyndar heimspeki eins og ég uppaflega, við vorum í doktorsnámi á svipuðum tíma og hittumst ofta á ráðstefnum þá hjá New Economic Thinking, hérna svona endurhugsun hagfræðinnar og við kendum bæði sama sem fyrirbrigði sem að George Soros startaði ekki? Já, hann var einn af styrktaraðilunum þar, eftir fjármálahrunið 2008, þannig að þetta var 2009 til 2013 við vorum að vinna í doktorsritgerðum okkar á svipum tíma á mismunandi sviðum. Hún frá Ítalíu, hún útskrifaðist frá Grenoble og Pisa en að skoða sagnfræði, sögu, hagfræðikenninga og hagsögu og tekur 2 dæmi í þessari bók af Ítalíu og Bretlandi sem mjög lýsandi fyrir 100 árum, þar að segja fyrir heimsstyrjöldina að þá í raun og verður þetta til og það svolítið mikilvægt þegar maður hugsa söguna að sagnfræði að horfa ekki á hana út frá okkar sjónarhóli því að fyrir heimsstyrjöld sem var kölluð The Great War, hérna stríðið mikla að þá vissi náttúrulega enginn að það myndi síðan verða annað heimsstríð og við vitum það núna en þarna var kapitalismin svona hins svokallaða laissez-faire kapitalismi búin að vera blómstrandi lengi, ég veit ekki hvað maður segja, frá iðnbyltingu 1600 eitthvað, 1700 eitthvað og svo kemur þetta mikla hrikalega stríð og þá eins og gerist í stríðum líka eftir seinni heimsstyrjöld og líka að hluta til COVID
tímabilið svona stríði við veiruna með viss líkindi, þar að segja að þá fer ríkið í að gera allt sem þarf að gera. Það er þjóðvætt, fyrirtækin vinna bara fyrir ríkið. Svona konur kom út á vinnumarkaðinn til að halda vestmenn og gangandi, kallarnir fara að drepa hvern annan í stríðinu. Og eftir stríðið, þannig að 1920 og 22 eru haldnar 2 hagfræðaráðstefnur sem hún segir frá og er búin að greina sem sagt úr komnum gagnasöfnum eða skjalasöfnum. Þá í raun og veru í fyrsta sinn sem það gerist að ríkisstjórnir fá svona hagfræðinga sér til ráðgjafar og þarna verður til þessi hugmyndum að það sé svo mikilvægt að koma böndum á kerfið að því að kapitalistanir átta sig á því að fólk er farið að endurhugsa kerfið. Fólk sér kapitalisman í raun og veru komin að þrotum þannig eftir stríðið. En þá verður breyting í fyrra stríði að það er rekin stríðskapitalismi svo kallaður í öllum löndum þar sem að ríkis umsvifur stóraukinn, traktorverksmiðum breytti í skriðdekaverksmiður og svona eins og sagt er það sem að gerist á stríðstímum. Þannig að það hafði breytt svolítið eðli að þetta laissez-faire stefna, þessi frjálshyggjustefna sem áður hafði verið, að hún er eiginlega lögð af í stríðinu. Og svo þarf líklega horfa auðvaldsinnar líklega á það að það er að vinda ofan í því eftir stríð. Er það ekki líka tengt því að skrúa ofan af miðstýrðum stríðskapitalisma stríðsárana? Jú, að vissu leyti, en og þú ættir eiginlega að fá kannski hann Svein Mána sem hefur skrifað grein 100 ára afmæli niðurskurðarhyggjunnar á Íslandi. Já, ég hef fengið hann. Já, þú fengið hann, já, frábært. Þannig að ég ætlaði að skjóta hérna inn að hann hefur bent á það að það sem þú ert að tala þar sem hagfræðingar komu og fóru að innleiða niðurskurðarstefnu út í heimi 22, að ég held að séu fjárlögin 2024 á Íslandi bera öll merki þess að það er bara heiftarlegu niðurskurðar. Niðurskurðarþingið var það kallað og það voru íslenskir fulltrúar þarna á þessum fundi í Genúa og Brussel og þetta verður til Jón Þorláksson sem fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins var þarna stóð fyrir þessu á þinginu og andstæðingarnir kölluðu þetta Sláturfélag Suðurlands nr. 2 en aftur til að setja smá sögulegt samhengi þar eftir stríðið tvöfaldast íslensku fjárlögin held ég tvisvar ár eftir ár, það fær ekki búa hér til vegi, ríki að borga mönnum laun í vegavinnu. Ísland dettur inn í svona nation building gír. Já, og sama... Skiljanlega eftir 1918 þegar það eru komin völd til Íslands, að þá fara Íslendingar í það sem önnur lönd höfðu gert löngu áður, sem þetta er kallað nation building, ég veit ekki hvað er kallað á Íslandi, það sem ríkisvaldið nota til þess að byggja upp öfluga atvinnuvegi, öfluga innviði, mennta fólk og byggja heilbrigðiskerfi, kemur miklu seinna hingað en var að byrja þarna. Og klára fyrir við það í bókinni líka hvernig velferðarkerfið eru búið til í Bretlandi þarna á þessum tíma eftir 1920 og það sem að gerist og hún lýsir voða vel með í fyrri hlutunum á bókinni að spila fram þessum 2 sögum frá Ítalíu og Bretlandi og ég færi aðeins rök fyrir þannig í mínu innleggja á þingina hugsalega gæti Ísland orðið svona 3. caseið í útgáfu 2 af bókinni eða ef við crowdfundum þýðingu á henni, það var nú gert í Svíþjóð, hún var að koma út hún hefur verið þýdd held ég á 12 tungumál núna þessi bók og í Svíþjóð var bara að safna saman penningum til að fjármagna þýðinguna en það var auka út úr það sem hún sýnir fram að fyrirlutunum er þessi sögulegu dæmi og tekur í raun og veru Ítalíu og Bretland og að því að þar er Ítalía þannig á þessum tíma svona fasíst stjórn Mussolini er að koma og síðan ertu með eitt elsta þingræðisríkið í heimi Bretland og svo verður rosaleg uppsveifla verkalýðsbaráttunum til dæmis í Torino þar sem að Fiat-verksmiðjurnar eru, Skotlandi á Bretlandi þannig að fólk
á svona tímum eftir stríð og ég meina við sáum þetta vissuleiti í Bandaríkjunum eftir COVID sérstaklega, það 15 miljón manns held ég sem bara fóru ekki aftur út á vinnumarkaðin, bara ég ætla ekki að vera að vinna í þessu láglauna starfi, þú veist, COVID breytti hugmyndunum og þannig þess vegna þar búið að vera skortur á vinnuafli og samhengi við að þeir byggðu líka vegg við hérna landamærin suðurinu þar sem að var mjög mikið að vinnuafli að koma og þannig að þetta hristir upp í kerfunum og það sem gerist og hún lýsir vel í bókinni að sko kapitalistanir, þeir eigendur kapitalistin verða hræddir og fara og sko skipuleggja sig til að verja sína stöðu og austerity eða þessi hugmynd niðurskurðarhyggjuna eða sveltistefnuna kemur þaðan í raun og veru til þess að verja kapitaleigendur og þess vegna kallar hún bókina líka The Capital Order. Það svona samfélagsskipulag auðvaldsskipulagið og við þurfum að muna að sko kapitalismi frekar ný hugmynd í sögu mannkyns og það sem hefur tekist á þessum síðustu 100 árum að láta fólk trúa því að raun og veru sé þetta eina skipulagi sem gangi og þó það sé ekki í hennar rannsókn hennar bók, ég meina eftir seinna stríðið síðan kemur náttúrulega nýfrjálshyggjan með Montpellier Society-inu þú veist og baráttan kalda stríðið við að útrýma sósíalismanum í heiminum til því það sé hérna hættulegt. Þú segir þetta sé viðbrögð sem byggði á ótta auðvaldsins gagnvart uppbyggingu verkalýðshreyfingar og það náttúrulega almennu kosningaréttur svona að byrja að hafa áhrif á pólitíkina á þessu sama tíma. Við þekkjum þá sögurskýringu að eftir stríðsárunum eftir seinni heimsstyrjöldina að þá hafi auðvaldið kosið eða neyðst til að láta undan kröfum verkalýðshreyfingarinnar með því að byggja upp velferðaríki af ótta við það að missa völdin, að þeir þyrftu í staðinn fyrir að mæta sósíalískri verkalýðsbaráttu af hörku eins og þeir sömuleyti gerðu að þá eru þeir að gefa eftir af ótta við það að annars yrði bara völdin tekin af þeim. En þannig að taka dæmi af sko sveltistefnan sem notuð sem vörn af ótta við það sama en eiginlega þver öfug leið. Hvernig gáttu menn talið sér trú það að þetta yrði leiðin? Við getum ekki að tala Ísland sem dæmi, þetta eru fjárlögin 24, 27 missa borgaraflokkarnir völd á þingi og það verður minnihlutastjórn Framsóknarflokksins studd af Alþýðuflokknum sem að fer einmitt að innleiða ýmsar aðgerðir í menntamálum og heilbrigðismálum sem að hafi verið gert fyrr í öðrum löndum. En hvernig, eftir fyrra stríð, þá taka þeir sveltistefnuna, eftir seinna stríð þá taka þeir svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona kristilega demokrata línuna, að taka þátt í því að byggja upp velferðaríkið samkvæmt kröfum verkalýðshreyfingarinnar. Já, kannski hafa menn orðið hræddir við fasismann. Ég er ekki alveg, ég kann ekki þessa sögu nóg vel, ég hef ekki stúderað hana sko, en ég er búin að lesa þessa bókina hennar Klöru vel og það er áhugaverð pæling og framhalds rannsókn. Ég var líka að ræða það við Svein Mána þannig gæra eftir á að sko Marshall-aðstoðinu sem kemur hingað og uppbygging þjóðfélagsins með þeim peningum í framhaldinu er mjög áhugaverð að skoða í sögunni að því hér er náttúrulega mjög svona sterk trú á mikilvægi þess að vernda kapitalið og að fólk, verkalýður eða skuldarar þurfa að taka á sig byrðarnar eins og við erum að sjá núna meðan að sko það er áliti nánast sem sko skilgreiningaratriði að króna með ekki rýrna. Þess vegna verðtryggingin svona fastbundin hér en er ekki til staðar í öðrum löndum og það er í raun og veru bara mjög sterk vörn
kapitalegandana á að þurfa aldrei að tapa en fá síðan allan gróðan alltaf og það það sem Klara að fara yfir í bókinni með sögunni af hvernig austerity verður til að því að þá jafnvel búin til ekki kreppa en samdráttur tímabundinn samdráttur til þess að hræða verkalýðin til hlýðunni og tapa smáis að því þú græðir meira í heildina aftur hér samanburður ég meina það að sko selja eignir ríkisins og leigja í staðinn það mjög einföld bókhaldsleið að sjá að það dýrara en það hins vegar mjög hagstætt fyrir kapitaleigendunar og sama þarna og við heyrum þess að orðræðu núna frá seðlabankunum í heiminum í verðbólgunni síðan eftir COVID það þarf að kæla vinnumarkaðina því að hann of heitur það þarf að fá fólk til að spara eðsluna sína, draga úr og vinna meira og hraðar til þess. Og kæla vinnumarkaðin líka með því að hafa það sem að byrja að nota í svona nýfrjálsíkjutímanum að væri náttúrulegt atvinnuleysi, temmilegt atvinnuleysi sem að væri þannig að væri svona 5% þannig að fólk óttaðist vinnu sína og hegðaði sig vel. Og þá verða launakröfur ekki of háar, þá verða launahækkanir ekki of miklar. Og þar leðandi getur auðvaldið haldið eftir stærri hluta af kökunni og þarf síður að skipta þeim öðrum. Nákvæmlega, af því þetta í raun og veru bara, þetta annars vegar sko, ríkisvaldið og tengsl þess við kapitalið og hins vegar ríkisvaldið og tengt þess við vinnuaflið og síðan það þessi það þarf ekki að vera að deila eða tókst þetta, það bara þessi skipting á milli, hver stóran hluta á kökunni fær kapitalið og hver stóran hluta fær vinnuaflið og það hægt að lesa eins og ég hef bent á í vísbendingum Seðlabankinn skrifar það þegar hann var að verja að hér var ekki græðgisverðbólga fyrir hendi að það var nú bara 3,6% hækkun á hlutdeild kapitalsins eða sem hagnaðarins í þjóðarkökunni en það fór úr 36 upp í 40 eða 39, og það 10% hækkun á því sem kapitalinn til sín. Og skerði þar leiðandi kjör launafólks sem því nemur að þau fái minni hlutdeild af aukinni landsframleiðslu sem kannski verður að hafa í huga þegar við vorum að tala hvernig kapitalistar eigna sér framfarir og fleira þetta verður til svolítið í innbyltingunni þar sem að leysist úr læðingi geta til meiri framleiðslu líka notkun á jarðefna, eldsneyti og öðru slíku en þá verður til svona auka arður og síðan hefur baráttan staðið það að hver á þann arð og það náttúrulega frá sjónarhóli kapitalistana þeir telja sig eiga þetta þeir hafa búið þetta til þeir hafa fundið upp olíuna og fundið upp allt sem að einhverju máli skiptir og er alltaf reyna að samfara okkur það en þeir eru náttúrulega fyrst og fremst þau sem að ná til sín arðinum af tæknibreytingum, af samfélagsbreytingum. Já, og einmitt eins og kemur fram í bókinni, hún sýnir fram á hvernig jável hægt að tala kapitalistana af því það var komið með einhvern veginn svona neikvæða ára á sig það orð og þá fyrir að tala frumkvöðlana og fjárfestana Adam og Skáld sagði Matti Jó því vonum að finna eitthvað skára orð og þetta sem sagt það að læra af sögunni þetta og það í raun og veru svolítið, þegar maður les það núna bókin kom út fyrir tæpum 2 árum þannig og það var mjög hressandi að endur lesana núna því ég las hana þegar hún kom út og og hún er eiginlega og þess vegna er hún búin að fara svolítið sigurförum heiminn og þýta mörg tungumál af því að hún sagan, þessi 100 ára saga er mjög relevant í dag út frá mörgu sem við sjáum verðbólgunni líka og baráttunni við hana og en ég þarf eiginlega að koma inn í umræðuna kjarnin úr síðan punktunum hennar austerityð, sveltistefnan, hún er ekki bara niðurskurður á ríkisútgjöldum. Þess vegna er það hugtak svolítið vandasamt. Hún talar þríþætta
sveltistefnu en hérna austerity. Það eitt fiskal, svona niðurskurðarstefnu opinberra fjármála. Aðalstefna á ríkissjóð og sveitarfélög. Við þekkjum þetta hér að það sett svona mörk á því hvað hérna ríkissjóður má skulda og hvað sveitarfélög megi skulda. Það bæði gert með þeim hætti til þess að vilja draga úr mætti almannavaldsins því að í sjálfum sér held ég að sé erfitt að færa rök fyrir því í hagfræði að það sé vont fyrir ríkið að sveitarfélög að skulda mikið ef að fénu hefur verið varið til svona nation building eins og voru nefna áðan til þess að byggja upp innvið og grunnkerfi sem eykur afl hagkerfisins og samfélagsins til þess að búa til meiri auð í framtíðina. Það búin til svona bremsa á það til þess að veikja raunverulega ríkisvaldið, til þess að þrótturinn í samfélaginu sé meira auðvaldsmegin og ríkisvaldið og sveitarfélagin leiti til auðvaldsins að byggja hér upp innviði eða grunnkerfi, taka yfir rekstur skólakerfisins eða heilbrigðiskerfisins og þar af undir götunum. Og sko við höfum bara nýlega dæmi frá undanförnum árum, bæði Grikklandi sem ég stundum minnst á hér og líka Ítalíu, því að hún kemur frá Ítalíu. En sko þar náðist að reka ríkissjóð fyrir ofan nullið mjög lengi, en samt hækkar skuldahlutfallið af því að það austerity, sú sveltistefna á að þetta var talið frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að Ítalía yrði, að því hún væri með svo mikið skuldum, hún yrði að sýna ábyrgð þannig í rekstrinum til þess að fjárfestar myndu vilja kaupa ríkisskuldabréfin og til þess að ná niður skuldahlutfallin. En það sem gerist við svona mikið niðurskurð sem hérna síðan hagvöxt sem ekki verður að þá skuldirnar óbreyttara því að bætist ekki við þar því þú rekur ríkissjóði plús. Niðurskurðurinn dregur úr hagvexti. Já, og þar með hækkar skuldahlutfallið og þarna aftur sem ég hef margoft nefnt hér hjá þér að það skiptir máli í hvað penningunum eitt. Við hér í lúxusnum með hinn mikla hagvöxt sjáum skuldahlutfalli lækka sjálfkrafa bara af því að hagvöxturinn búin að vera svo mikill, það að segja og óbreytta skuldir eða jafnvel aðeins hækkandi skuldir. Það eitt á móti sem að koma fram svolítið núna að aukin verðbólga, aukin hagvöxtur og aukin verðbólga saman og ríkissjóður sem ekki með halla leiðir til hækkunar á vöxtum sem að eykur þá skuldabyrði eða vaxtabyrði ríkisins sem er komið upp í 300 milljarða. 300 milljarða. Og það kemur náttúrulega fjármagnseigendunum mjög vel. Þeir sem eiga skuldirnar fá vel borga fyrir þær og íslenski ríkissjóðurinn líka svolítið sérstakur með það að eiga mikið af verðtryggðum skuldum. Þannig að höfuðstóllinn hækka líka. En þetta var aukaútúrdúrinn með þennan fyrsta þriðjung einn þáttinn af þremur varðandi niðurskurður. Loforðið það að það bæti stöðuna til lengri tíma með því að minnka skuldabyrðina en þú ert að segja að það mörg dæmi þess að það gerist ekki vegna þess að niðurskurður dregur úr hagvexti sem að þá eykur hlutfallslega skuldabyrðina sömu skuldir verða hærra hlutfall af minnkandi landsframleiðslu. Og svo þar ekki getur þetta verið bara lífshættulegur niðurskurður, getur bara drepið fólk. Já, en þetta bara það sem að orðið niðurskurðarhyggja gefur fyrsta tenginguna við niðurskurður og opinberum gjöldum. Síðan hins vegar líka monetary austerity, þar að segja peningamálastefnuleg niðurskurðarhyggja. Og hvað þýðir það? Hún felst í því að hækka vextina, til dæmis sjálfstæði seðlabankana hugmynd sem kemur hana fram á þessum tíma og að þeir hækka vextina og þetta hefur við séð hér til þess að lækka verðbólgu segja þeir og við sjáum hversu mismunandi þekkingur en það í raun og veru bara verið að færa fjármagnseigendunum meiri ávöxtun með hinnum hækkuðu vöxtum og leggja síðan sveltistefnu eða aðhaldsaðgerðir á skuldsett fólk og heimili og fyrirtæki náttúrulega líka þannig að þar Þannig að megin verkefni í Seðlabanka í okkar heimsluta eru að verja auðinn og þó það kosti samfélagið gríðarlega
sársauka eins og við erum að upplifa núna með hækkun vaxta. Já, og þá verð ég aftur að útskýra, sko. Verðbólga er levelbreyting. Hún er ekki gríla eða hún er ekki eitthvað óstjórnlegt eða hún er ekki eitthvað sem heldur áfram endalaust. Nema reyndar hér á landi heldur hún áfram ótrúlega lengi vegna fákeppni og fleiri þátta en sko það er ekkit óeðlilegt eftir stríð eða stríð við veiru eftir öll hinn miklu útgjöld að það komi verðbólga. Ég tala nú þegar það verður síðan innrásarstríð í Úkraínu og orkuverð fer upp og það er hins vegar spurning hvernig brugðist við til að fá hana niður og ein leið til að borga fyrir stríðið, hvort sem það er fyrri heimsstyrjöldin eða seinni heimsstyrjöldin eða kostnaðurinn á COVID, það sem að flæddu peningar úr ríkissjóði meðal annars til fyrirtæki til að styðja þau og fólk til að fólk myndi ekki missa vinnuna eða til að fólk heldi vinnunni að hluta til greitt af ríkinu, hlutabótalegir. Þetta er allt snjallar, góðar hagfræðilausnir til að lifa af faraldurinn efnahagslega eða lifa af stríðið efnahagslega, þú varst ekki í baráttunni. En það sem verðbólgan gerir, og það talaðum á ensku, það er aldrei talaðum á íslensku, það er bara verðbólgu skattur. Þetta er í raun og veru skattur á kapital, fjármagnseigendunum. Þeir borga skatti með rýrnuninni á sinni. Ef að Seðlabankinn gripi ekki inn í. Já. Ef að Seðlabankinn gripi ekki inn í, þá kæmi bara út af auknum útgjöldum og þá kæmi verðbólga sem að myndi draga úr verðgildi eigna. Já. En til þess að verja það sem er að megin hlutverk Seðlabankans í undir auðvaldsskipulaginu er að verja auðinn, að þá fara þær að hækka vextina til þess að láta skuldara greiða þeim sem eiga fjármagnið það sem að þeir annars hefðu tapað. Já. Er það ekki? Jú, þetta er sko meiri sé hægt að taka þetta ennþá lengra eins og eftir, það er endur ekki bókinni á henni en eftir seinna stríð þá var í Bandaríkjunum mjög mikil útgjöld og Marshall-aðstoðin var reyndar ekki sko skattekjur senda til Evrópu heldur bara peningur búin til en fyrir uppbyggingu og þar með verður það ekki endilega verðbólga því þú ætti að byggja nýja vegi alveg svo hér 1920 það var bara fyrirbyggði atvinnuleysi og að fólk raunverulega sko myndi svelta til dauða að það fikk vinnu í vegavinnu hjá ríkinu og ríki gat alveg borga þau laun og við eigum ennþá þessa vegi að það er aðeins búið að brekka það og hækka það og malbygga það en þeir eru jafnvel stundum á sama stað og þau voru gerðir þarna fyrir 100 árum að því að var að koma úr réttunum maður keyrir svona einhverja beygjur á vegum sem eru mjög furðulegar það er á bara meir en 100 ára sög og kannski allt frá því að hestvagnar eða einhverja kindur gengur en þetta er uppbyggingin í Evrópu það sem út að keyra raunverulega á Rómaraugunum en þetta er hvernig hún byggir upp og útgjöld ríkis sem fara í að byggja upp samfélag og innvið er þetta stundum kallað og þeir geta verið físiskir sjáanlegir eða ósýnlegir eins og í tækni og þess að það og líka í grunnkerfunum í menntakerfi og heilbrigðiskerfi og það sparar til framtíðar mörg ár miklu meir en ríkisbókhaldið næriðanum og það býr til sko ekki bara hagvöxt sem allir eru alltaf að eldast við heldur betra líf ég meina á margan hátt menntun, menningu heilbrigði og það er það sem við sjáum út úr þessu. Við getum bara dæmi í umræðu dagsins kannski óskýrum aukin framlög til geðheilbrigðis þjónustu við ungmenni. Það er alltaf sýnt fram á að hver einasta króna sem er sett í slíkt skila sér sko 20, 30, 40, 50 fall tilbaka í minni kostnað til lengri tíma, aukinni virkni fólks og öðru slíku. Eftir sem áður er þessu alltaf hafnað að við eigum ekki efna á þessu og það er gert með rökum sveltistefnunar eða niðurskurðarhyggjunar og það er ekki hort á sko fjárfestingu til lengri tíma vegna þess að það er eiginlega búið að taka af okkur þetta nation building hugsun þar sem að við værum í sameiningu að byggja betra samfélag. Já. Þannig að þetta var númer 2 peningaleg monetary austerity í viðbót við fiscal austerity eða sem opinberu fjármála niðurskurðarhyggjuna að peningalega niðurskurðarhyggjan er að verja
kapitalið frá þessari hlið og með að eins og við hér förum lengst í með að verðtryggja það og síðan hinnir háu vextir sem eru komin núna og háir raunvextir sem að nýtast fjármagnseigendunum mjög vel til að verja sína stöðu. Þriðja austerityð síðan industrial austerity eða sem sagt iðnaðarstefnu sveltistefna eða atvinnustefnu sveltistefna sem að industrial policy varð bannorð eða svona atvinnustefna eða iðnaðarstefna undanfarna áratugi en eftir fjármálahrun og sérstaklega eftir heimsfaraldurinn verið að tala það út allan heim, ekki alveg eins mikið hér í þessari einangruðu eyju okkar en það snýst að sko hver atvinnustefnan í landinu hér hjá okkur bara laissez-faire eða algjört frjálsræði bara oft vísa mér í stjórnarskrána atvinnufrelsi, við þurfum bara að leyfa athafna skáldunum að fara í firðina og setja upp eldisstöðvar og fara upp á hálendið og reisa vindmyllur og svo reynum við kannski að setja einhverja reglur eða eftir á en við þurfum að leyfa þeim að blómstra því þeir færa okkur auðin og auðlegðina og velsældina bara með því að fá að ganga þarna. Og fyrst setjum við bara vilda vestri í gang og svo búin til reglur í kringum það eins og braskararnir vilja hafa þetta og það eru mörkin á milli hins opinbera eða almannavaldsins og einkageirans. Það það sem að einkageirinn markar sér. Og þú getur fengið tímabundin mikinn hagvöxt út úr svona. Og sérstaklega þú reiknar ekki tjónið sem að þetta veldur en önnur lönd sem aðeins hérna svona siðvæddari í nútímalegum skilningi setja sér stefnur og reglur hvernig atvinnulíf viljum við byggja upp. Kórea þekkt dæmi, við getum tekið líka Finnland frá því að sko járntjaldi féll þegar Nokia svona klassísk saga það sem hérna var svona iðnaðarfyrirtæki sem var að búa til gúmmístígvél og dekk og hérna og það bara Japan eftir stríð Japan eftir Evrópa eftir stríð og Bandaríkin á fyrstu áratugum síðustu aldar og það alla þjóðir gengið í gegnum það var engin auður það væri ekki öflug ríki ef ekki hefði verið tímabil þar sem að ríkisvaldinu og miðstýrða aflinu var notað til uppbyggingar á samfélaginu. Og það ákveðið eins og sagan frá Finnlandi við ætlum að setja í tækni þróun, tækni menntun, tækni hérna uppbyggingu því við ætlum að verða góð þar. Kórea býr til sko Samsung og Kia og Hyundai þú veist bara bíla iðnað og hagkvæman svolítið herma eftir Japan. Kína að gera í dag. Já og þetta bara kostar náttúrulega gífurleg útgjöld frá ríkinu í að byggja upp einhvern kompetens, einhvern byggja upp sko þekkingu í samfélaginu og hæfileika og byggja sko umgjörð þannig að það geti blómstrað og búið til nýjungar, nýsköpun framleiðslu störf og við erum í hinni leiðinni, við erum að leggja niður nýsköpunarmiðstöð og við erum að raunverulega flytja hérna þetta til fyrirtækjana, þess að við höfum ekki trú á því að það sé hægt að byggja þetta upp svona miðstýrt eða út frá ríkisvaldinu eða almannavaldinu og þessi stað erum við að gefa fyrirtækjum hérna orkustyrki og nýsköpunarstyrki og þróunarstyrki og Já, það ótrúlega sterk tiltrúin hérlendis á það að það sé svo mikil sóun og kostnaður við útgjöld ríkisins og að það sé allt miklu betra og miklu meiri verðmæti sem skapist í hérna einkageira heldur en opinberum geira. Mjög sérstakt á Ísland kannski stærsta atvinnuuppbyggingun á síðustu öld var uppbygging sjávarútvegs og það var mikið hérna innspýting sem kom frá ákvörðunum ríkisstjórnar, nýsköpunarstjórnarinn eftir stríð.
til þess að byggja upp sjávarútveginn, byggja upp frystihús hringinn ykkur í landi. Það er eiginlega svona formgerð á byggðinni eins og hún hefur verið fram á okkar tíma. Það sem er sko höfn og félagsheimili og kirkja og togari og frystihús og saltfiskverkun. Að þetta var byggt upp með af atvinnuuppbyggingu ríkisins og fyrst og fremst byggt upp í gegnum sko bæjarútgerðir og svo samvinnuútgerðir. En á þessu tíma þá hafði var miklu meiri gróði í heildsölu og öðru slíku, þannig að einkafjármagni vildi ekki hætta fé sínu í uppbyggingu sjávarútvegs. Þannig að það er eiginlega stórkostlegt að Matta Jó og félögum hafi tekist að skipta út þeirri sögu í hausnum á Íslendingum. En það hafi fyrst og fremst verið sko athafnaskáld sem hafi byggt upp sjávarútveg á Íslandi. Tekið þessi dæmi þess að fáu enga útgerðir sem að voru Ali ríki og Einar ríki og Einar Guðfinnsson í Bolungarvík. Því að megin uppbyggingin fór fram í bæjarútgerðum, í samvinnuútgerðum, ýmsum hætti bæði frá sko samvinnuhreyfingunni sjálfri en líka í svona samvinnu félögum útgerðamanna eins og var á Neskaupstað og víðar og kaupfélagsútgerðum svo að bara örlítið brot var raunverulega örlítið brot af þessu uppbyggingu fór fram í einkageiranum. Þess vegna er eiginlega alveg stórkostleg áróðurs afrek auðvaldsins á Íslandi að sannfæra Íslendingum það að félagslega uppbyggð útgerð sé peningasóun á meðan að enga útgerð sé einhvern veginn það sem maður getur blómstað. Já, sko, ef ég má færa þetta bara yfir á nútíman, sko, ég meina ferðaþjónustan, uppbyggingin á hálendinu, á skálum og göngum og ég tók nú þátt í þessu bara með föður mínum og vinnum hans að byggja göngubrýri yfir jökulár. Þetta var allt gert í sjálfboðavinnu og allir skálar ferðafélagsins og fleiri ferðafélaga sko, og svo allt í einu núna er náttúrulega fjöldi, sko margfaldaður fjöldi ferðamanna að nýta þetta, en það mátti ekki gera hálendisþjóðgarð. Ég hef ekki séð neina nýja gönguleið verið gerða eða nýja skála nema þegar Þú drukkar í svo að þú leggur bara einhvers staðar að þá getur þú fengið sko 6.000 krónur í heimabókaðinn yfir að hafa stoppað einhvers staðar nálægt einhverju náttúruperlu. En þú sérði enga uppbyggingu. Það er bara verið að taka peninga. Ég var nú alveg sáttur við að borga eitthvað smávið innjanda þegar það er búið að setja upp þurrklósettar. Sko. Það er einhvern veginn til að sleppa við fyrir að stíga en förum ekki þangað. En stefnan er samt eins og þú veist að segja áðan að það er verið að bara opna þetta, leyfa alls konar brask og svo eiga sko reglurnar að koma á eftir. Og ég er að benda á að þannig þú veist, lausnin þarf ekki endilega að vera að fara út í bæjarútgerð eða byggja út bæjar ferðarþjónustu sko ég reyndar að skrifa í vísbendingu dæmið á Bútan. Heldurðu að fiskeldið í Patreksfirði væri ekki betra ef það væri rekið eins og bæjarútgerð? Að það væri bæjarbúar sjálfur sem myndu gæta að eigin verðmætum og fengi arðinn af rekstri fiskeldi í firðinu sínum inn í sitt bæjarfélag eftir að það verið flutt til Noregs? Ég ætla ekki að sko ég var bara að flytja þetta frá bæjarútgerðinni í gamla daga og það getur vel verið ef að það hefði komið miklu betur út. Við værum hefðum ekki náð að bjarga okkur frá fátækt ef ekki hefði verið fyrir bæjarfélag. Nei, ég veit, en ég bara var að reyna að færa þetta yfir í ferðarþjónustinu nútímana því að ég er að koma ofan af hálendinu Smölun og það eru nú gangnamannakofar sko, upphaflega sem eru búin til að sækja fjalli. Síðan eru einhver svona áhugamannafélög, samvinnufélög eða bara áhugamannafélög sem byggja upp svona innviðina sem eru felast í því að komast upp á hálendi hjá okkur. En síðan fær öll ferðaþjónustan hinn einkarekna aðgang að þessu og bókar þetta jafnvel upp bara bróði en enginn hefur hvatan af því að gera nýja göngulega hálendinu eða að byggja nýja skála sko, og nema þá eins og við sjáum í einhverju fara með dísilrafstöður og vélsegir og gera götun í hólur og Það er uppbygging í Þórsárdal eða ekki? Kerlingarfjöllum? Jú, það er alltaf sama
félaginu runnið held ég, svo uppbygging þannig að þar dæmi einkaframtak sem kemur og fær í gegnum skipulags en sko dæmi, þú veist, þetta þyrfti að vera að ræða og sjálfsögðu undir eins og við setjum kvótakerfi til að veiða ekki allan fiskinn undir einhvers konar hálendis þjóðgarðs eða hvernig ætlum við að vernda hálendu okkar, svo að allir geti ekki fara að setja upp skála og gönguleiðir þess og kruss og þú getur ekki átt að eitt, skilur, ekki frekar en einhverja hólum. En í kvótakerfinu þá höfðu við þannig að nú á Samherji og skildfélög kannski þriðjungina hálendinu verið það í þjóðgarðinu? Þannig fór kvótakerfis. Já, en ég ætla að segja söguna sem Klara sagði frá Ítalíu, þar sem búið að loka bílaverksmiðju, ekki sem gerði einhverja parta í bíla. Einhverju 3 bókstafi sem ég man ekki núna, en sem sagt, það dæmi síðan sem að fólkið sem átti bara að segja upp, það raun og veru bara búið að taka yfir verksmiðjuna og það farið að framleiða þar núna sjálfsprottið svona reiðhjól til flutninga, svona léttaflutninga, þú veist, hérna einhvern ný tegund af hjólum sem vantar, við getum þekkjum Kristjaníu hjólinn frá Danmörku, þar sem getur verið með hérna börnin eða innkaupapokann svona framan á þér, en það pluss rafmagnshjól pluss einhverju aðeins betri tækni þannig að þú getur flutt miklu meira á hjólum rafmagni og mannafli. Og þetta bara fólk að gera þarna í þessari niðurlögðu verksmiðju sem að tapa og þetta dæmi svona sjálfsprottið og jável sko þróað út frá þörf af því að sko kapitalismin ekkert endilega alltaf bestur í að finna og uppfylla þörfina, hann getur búið til allskinn þarfir og ég vil gerfi þarfir, við erum alveg með heimsmet í hér að kaupa einhver léleg föt, duði ekki til að fá H&M hingað, heldur erum við núna farin að kaupa ennþá ódýrar og ennþá lélegra frá Kína gegnum einhverjar sendingar, sko framhjá reglu eftirliti Evrópusambandsins, þar sem gætir þess svona að þetta sé ekki eiturefni eða barnaþrælkun, en þú veist, það svona dæmi frjálsan kapitalisma sem framleiðir eitthvað eins og út í takti til að uppfylla einhverja vanlíðan eða þörfhjáður til að kaupa meira meðan að við ættum að vera út frá hringrásarhagkerfinu og svona umhverfismáni að vera að nýta allt betur og setja upp kannski fleiri viðgerðarstofur fyrir föt eða þess að til að nýta auðlindir jarðar og það sem við erum búin að kaupa vanda og dýrar en eitt dæmið bara þannig að mörgum þetta til þess að í raun og veru að ná boðskapnum í lokin út úr bókinni hennar Klöru að þú veist, við erum að lifa svolítið núna eins og þennan sögulega tíma sem hún að lýsa, að það hægt að endurhugsa hvernig skipulagið ef maður hefur hugrekki til að þora að sjá fyrir sér að sko samfélagsskipulagið út frá skipulagi kapitalsins ekki sko náttúrulögmálslega gefið og ein svona lygin, ef ég má nota þá orð sem hún sýnir okkur fram á í bókinni þannig að sjólega að það búin til hugmyndunum að sko að lýðræðið og kapitalismin sé einhvern veginn samtengd. Ég hef nú nokkur sinnum minnst að það hér hjá þér að munurinn einmitt sá að í kapitalismanum þá 1 króna eitt atkvæði en í lýðræðinu þá 1 manneskja eitt atkvæði og það er áhugavert líka út frá sögunni hér sem ég vísi aftur í Sveinmána að þú veist að fyrir sparnaðarþingi miklega fyrir 1920 þá voru innan 15% þjóðarinnar með atkvæðarétt gátu kosið en breytingin þarna við kann ekki ástölu nákvæmlega kringum 1918 og að þegar að það er komin 45% þjóðarinnar sem með atkvæðarétt það ekki alveg allir en einhverja konur og einhverjir sem voru ekki eignamenn, þú veist, ímyndaðir það var bundið við það að vinnuaflið þar á þeim tíma var bara svona eins og Klara sýnir í bókinni að var kallað, hún fyrir í skjalasöfnin, þetta voru kölluð svín sko, og hjá Ítölunum vinnuaflið og það þarf að láta þau
kaupa sér minna af víni og kekskökum, þau eyða svo miklu, þú veist, þetta alveg nýr á þennan. Það er ekki treystandi fyrir peningum, það er nú ennþá að tala um það bara í dag, það er aldrei talað um það að þú getur fengið allar þessar nefndir ríkisstjórnarinnar fátækt, það er hvergi bent á það að sem að fátæku vantar eru peningar, þau ekki að láta það bara fá peninga, það er alltaf verið að tala um að þau fari illa með fé og hvort að við getum sett þau í fjármálalæsis námskeið, eins og fátæki sé ekki læsastur allra á verðmæti peninga. Þannig að þetta eimir ennþá þessu í dag. En við erum á svipuðum tíma og hún horfir til og áranna eftir fyrri heimsstyrjöld þegar að sveltistefnan keyrð í gegn og við erum náttúrulega búin að lifa það núna að hún eiginlega ríkjandi hugmyndastefna og búin að vera það undanfarin 40 ár, svo gott sem, og við búum í dag ég leyfi mér að kalla alræði auðvaldsins, hún kallar það capitalist order sem bara auðvaldsskipulag og það felst í því að það ríkjandi hugmyndafræði þjónar auðvaldinu, það þríeina sveltistefna sem niðurskurður á ríkisútgjöldum og aðalstefna án þess þó að hækka skatta á hinn ríku, heldur lækka skatta á hinn ríku og sömuleyti mætti rekja sögu síðustu 30-40 ára í því að okkur var selt svo hugmynd að við myndum lækka skatta á hinn ríku að þá myndi leysast úr læðingi slík sköpunar afl að samfélagi allt myndi liftast upp. Það engin merki um það hagvöxtur á mann á nýfrjálsíkjárunum næstu bara helmingurinn af því sem var kannski á sambærilegu tímabili á undan en þá átti að vera aukin umsvif í samfélaginu myndi skila jafn miklum eða meiri skattatekjum út frá minni skattprósentu og þá getum við byggt upp og viðhaldið velferðarkerfi svo kom í ljós að það gekk ekki og þá var farið í það að skera niður selja eignir til þess að fjármagna raunverulega skattaafsláttinn til hinna ríku og endanum var allur almenningur skattlagður langt umfram það sem áður var sem að borga fyrir þetta. Þetta er svona niðurskurðarstefna. Og hún talar einmitt, ég glemdi þeim punkti, talar um regressive tax system. Þú veist, progressíft skattkerfi, það hækkar skattin eftir því sem fólk tekjuhærra og aftur hér... Bæði út af réttlætissjónarmiðum en líka út af svona skynsemissjónarmiðum því að ef þú hefur það ekki þá endar það með því að þú flyttur alla nauð til hinna allra ríkustu og það bara eyðileggur lýðræðið, það verður örfáir aðilar sem hafa allt og mikil völd í samfélaginu og bara lýðræðið hættir að virka og stjórnmálin byrja að þjóna þessum örfáu og það bara eyðileggur, þannig að það er mjög skynsamlegt. Og þetta lagt upp þarna með þetta regressíva kerfi og við erum held ég ágætis þriðja dæmið inn Ísland það að þegar ég var að kenna fjármál og var 6 þrep á tekjuskatt í Bandaríkjunum en samtímis var orðræðan hér að þetta væri nú svo vont með hátekjuskattsþrepið það það einfalda kerfið og en svo reyndar tókst nú þegar að menn fóru að skoða kerfið og það voru allir komnir að því að það voru ekki verðtryggð persónuafslátturinn og mörkin að þá var bætt við einu þrepi hérna fyrir neðan en samt ekki hækka það. Við munum með þessa umræðu það sem að markmið átt að vera að hafa skattkerfið einfalt, ekki hafa það réttlátt, ekki hafa það þannig að nýttist samfélaginu eitthvað. Kerfið, það var eitthvað krafum, kerfið einfalt, það var náttúrulega til þess að lækka skatta á hinn ríku. Og þetta svolítið sýnidæmið falsið í austerity stefnunni að ef að menn myndu raunverulega vilja það sem þeir segja ná jafnvægi í ríkisfjármálunum þá auðvitað myndu þeir skattleggja meira þar sem eru meiri peningar. Það er bara engan áhuga því. Nei og þú veist bara nýleg skýrsla 2 hagfræðiprófessora fyrir LIU eða hvað sem það heitir núna að auðlindagjald geti verið bara skaðlegt og þú þarft bara að horfa svona til næsta lands Noregs það sem verið að opna ný söfn, þeir eru að opna núna lest norður eftir á næsta ári fyrir túrista með norðurljósa gluggum og umhverfisvænan ferðamáta
ég bjóð þar fyrir 25 árum, þá voru þeir búin að gera lest út á nýja flugvöllin sinn, sko. Við bara, þú veist, rífumst bara flugvöll, getum náttúrulega alls ekki gert lestangað, erum bara með einhverja díselrútur að keyra þangað, getum ekki einu sinni sett rafmagnsrútur. Það eru eigu fjölskyldu forsætisráðherra. Og við, sko, getum rífist borgarlínu, eða eðlilegar almenningssamgöngur innan Reykjavík, meðan að ríkið niðurgreiðir rafmagnsbíla og það fjölgar bílum á götunum og sko fátækari lönd eins og Aþena í Grikklandi og Torino og Ítalíu byggja neðanjarðar lestarkerfi bara eins og í Kaupmannahöfn. Sko á þessum 10 árum meðan við erum bara að rífast þetta, af því þetta sé svo dýrt og mikið fara í þetta og það sé ekki til. Þetta niðurskurðurinn, síðan erum við náttúrulega með eina þann seðlabanka í heiminum sem harðast ver auðvaldið með háum vöxtum. Það eru með 4-5% raunvexti og stýrivöxtunum sem er fáert í heiminum og sem leiðir til þess að það eru gríðarlegir peningaflutningar frá þeirrum sem að lítið eiga eða ekkert til þeirra sem að mikið eiga. Og svo erum við með atvinnustefnu sem byggir á því að fyrirtækjaeigendur megi bara gera það sem við vilja að við trú stjórnvalda að stjórnvaldi ekki hafa atvinnustefnu, heldur eigi þau bara ekki vera fyrir þeim sem að vilja að búa til fyrirtæki, en þó fyrst og fremst hefur ríkið ekki atvinnustefnu á því leyti að þeir sem eru stórir á markaði hafa bara frjáls spil með að éta hina litlu, stunda hér fákeppni og einokun og mjólka eins mikið út úr samfélaginu það getur. Og þetta gerist náttúrulega ekki nema að auðvaldið er búin að ná öllum völdum á ríkisvaldinu. Kannski var þetta hugmyndabarátta, að þeim tókst að selja sveltistefnuna eða niðurskurðarstefnuna, þannig að hún varð ríkjandi hugmyndafræði. Ef við förum aftur til upphafsins sem að þú varst að rekja eftir fyrra stríð, að þá var andstaðan við þessu, að sömuleyti var sveltistefna sem var beitt þarna, átti sinn þátt í að það kom kreppa og erfiðleikar á eftir, en þetta leiddi líka til þess að með almennum kosningarétti og uppbyggingu verkalýðshreyfinga að það náði almenningur með samtakamætti sínum að verjast þessu og eftir stríðsárunum að þá neyddist auðvaldið til þess að deila völdum, af því að þeir líta svo þeir eiga bara hafa öll völd, þeir eiga reka ríkisvaldið og þeir hafa auðvaldið á að reka ríkisvaldið, neyddist til þess að deila völdum með stjórnmála armi verkalýðshreyfingarinnar og það leiddi til uppbyggingar velferðarkerfisins í Evrópu og að sömuleyti vísir að því í Bandaríkjunum að mikið svona innviða uppbygging og annað slík sem eiginlega hefur ekki orðið á nýfrjálshyggjutímanum en síðan nær auðvaldið vopnum sínum og nær raunverulega aftur öllum tökum á ríkisvaldinu og nær að beygja undir sig stjórnmálin sem við erum ekki lengur með stjórnmálaarm verkalýðshreyfingarinnar og þingi eins og var, heldur eru það flokkar sem hafa einhvern veginn kosið það einhvern veginn í sögunni að slíta sig þar frá og þykjast að vera að vinna bara fyrir svona almennar hugmyndir og annað slíkt af því að ég er nefnilega að koma að spurningunni af því að þú segir að Klara sé að tala að við séum á svipuðum stað og við vorum eftir fyrri heimsstyrjöld og þá það líklega þannig að þetta hefur gengið svo langt að það verður að koma eitthvað svona viðbragð en viðbragði sem var þá byggðist á skipulagðri verkalýðsbaráttu skipulagðri stjórnmálaþátttöku að kristalltærri skilgreiningu á því að við verum annars vegar með almannavald og hins vegar auðvald og við gætum ekki byggt upp gott samfélag nema almannavaldið myndi halda utan ríkisvaldið, auðvaldinu eru haldið utan þess að ef við hleypum auðvaldinu inn í ríkisvaldið þannig að það fái að stjórna uppbyggingu samfélagsins að það leiði til tortímingar, það leiði til bara niðurbrotts á samfélaginu og ef ég má bara benda á það að eins og í Bandaríkinu er svona nýlega uppbyggt samfélag þó þeir hafa verið aðeins undan okkur þar gætt þess að pólitíska valdið í Washington en fjármálavaldið í New York það aðgreint og ég var bara það nú ekki aðgreindar en svo að Wall Street bara á já, ég að tala þegar að menn búa
landi til. Þá vissum ennum ógnina. Ógnina og hafa þá aðgreint á milli. Ég meina, Milano er fjármálaborg í Ítalíu og Róm er hérna stjórnmálaborgin. Þú veist, bankarnir í Milano eins og bankarnir í New York en pólitíkin í Washington. Og Westminster og City nú dæmi sem aftur fyrir kapitalisma. Og sko meiri sín Noregi, ég var að sjá bara áminningum það var hérna, þegar Seðlabankinn í Noregi var stofnaður, að þá var hann settur í Þrándheim. Og ég kann nú ekki söguna nóg vel hvort að Noregur tilheyrði þá Svíþjóð að einhverju leyti hérna, en þú veist, og Oslo hitt Kristjaníu, en sem pólitíkin var í Stokkólmi og Kristjaníu eða í hérna í Oslo, en þú setur hérna þá þegar þú stofnar Seðlabankann þegar Noregur að verða, væntanlega að rífa sér frá Stokkólmi og verða sjálfstæð þjóð eins og við rífum okkur frá Kaupmannahöfn og verðum hérna, að það er einn liðurinn í að verða sjálfstæð þjóð er að fá Seðlabanka, en þarna höfðu menn þó fjarlægð á milli og hún fer aðeins yfir það í kaflanum Bretland, hvernig sko það hvort að Englandsbanki eigi að vera í sko opinberi eigu eða ríkiseigu, það er nú bara mjög nýlega sem að Englandsbanki varð aftur í opinberi eigu og stjórn. Þannig að sko þetta er bara mjög mikilvægt að átta sig á þessari sögu og skilja hina sögulegu þróun til að fatta stöðuna sem við erum í, svo það náttúrulega að hugsa upp nýtt. Það var aldrei þótt góð hugmynd nema bara allra síðustu árum að eiginlega sameina auðvaldið og ríkisvaldið. Þannig að auðvaldið eigi að reka ríkisvaldið. Nei, það er raunverulega staðan sem við erum í dag. Og ég hef bent á það dæmi og sagt við fólk svona, ég nefndu bara það sem að þingið er að afgreiða. Þú ert með hérna það sem að auðvaldið fer fram á, lagabreytingar. Svo eru svona sjálfsagðar réttarbætur fyrir almenning og þær komast ekki inn í þingið. Af því að við erum með svona kerfi sem hættir að virka og það kannski er það í þessari hugmyndabaráttu en kannski verður það út af einhverju öðru en náttúrulega auðvald er gríðarlegt vald og fólk getur bara reynt að ímynda sér það hvernig fólk hegða sér í kringum sko auðugt fólk að það bara hallar sér einhvern veginn upp að því og ég meina stór hluti af menningunni er á vappi þar í kring og allir að bíða eftir ykkur af því að peningar eru gríðarlegt vald og þess vegna hefur verið í gennum tíman að aðgreina þetta tvennt. Það verðum að hafa sko ríkisvald sem að getur beislað auðvaldið ef við getum ekki sett það yfir. Þú getur séð einkavæðingu bankana í þessu ljósi líka og hversu mjög það liggur á að koma öðrum ríkisbankanum alveg í einkaaðalaðina og þú sér það á hvernig er hægt að hérna láta ávöxtunarkröfun á ríkisskuldabréfunum spila inn í þar og þetta er náttúrulega bara samspilið á milli sem ég var að tala hér hjá þér áður með hlutverk Seðlabankans annars vegar sem bankana og hins vegar sem banka ríkisvaldsins og þetta er bara mjög svona skýr birtingamynd þess sem við erum að horfa upp á núna hversu mikið velferðaríki kapitalsins Ísland er með sinni verðtryggingu og uppbyggingu á fjármálakerfinu og gjaldmiðlunum og síðan hugmyndafræðilegri trú á bæði hvað peningar eru, að því það er í raun og veru það sem Klara er að gera með bókinni, Capital Order. Kapital er social relation, hinn kapitalíska uppbygging er eins og hinn samfélagslega uppbygging og kapitalið er ekki neitt nema vegna samfélagslegu umgjörðarinnar sem skapar það, alveg eins og markaðurinn er ekki neitt ef að ríkisvaldi sér ekki til þess að það er vernd einkaréttarins, eignaréttarins, að það sé gjaldþrotaferli, það séu dómstólar. Ef þú tekur allt þetta burtu, að þá virkar ekkert á neinu markað. Ef þú hefur ekki reglur og eftirlit samkeppni, þá virkar það ekki. Þannig að þess vegna er þetta samspil á milli. Hvað er ríkið
og síðan þá markaðurinn og vinnuaflið. Ég held að séu nú raddir sko meðal hinna allra ríkustu í heiminum sem eru að bara fara út úr þessu kerfi. Það sem að til dæmis þegar að Elon Musk að tala Bitcoin og slíka myntir, þá var hann að tala að taka seðlaprentunarvaldið af ríkisvaldinu og flytja út á markaðinn. Og það telur hann vera sko svona eins og lýðræðisaðgerð, því að óvinnurinn almannavaldið og ríkisvaldið og þannig hann eiginlega að boða svona Mad Max veröld, þar sem að hinn ríki bara ræður öllu. Þannig að þær raddir finnst mér vera ansi sterkar núna. Þannig að þetta með það að þú veist að það voru skattar sem að byggðu upp Rómaveldi og allt það skipulagið og New Deal og allt þetta að til þess að hafa blómlegt atvinnulíf og blómlegt samfélag að þá verðum við að efla sko ríkisvaldið og innviði og annað slíkt. Ég held að sé bara við sem komum svo langt í sko nýfrjálshyggjunni og þess vegna kannski hann að tala sko fasisma eða eitthvað leys að við erum að fara út úr þessu kerfi sem eftir stríðsárkerfið yfir í eitthvað annað, gæti verið svona fasismi, gæti verið bara svona auðjöfra anarkismi. Hún vitnar í þannig ræðu Mussolinis þar sem hann að segja í sinni pólitísku baráttu, við getum ekki gefið öllum allt, ég verð að lofa því að eyða minnu því að það hinn ábyrga stjórn og kapitalistanir elskuðu Mussolini. Já, Jón Þorláksson tók upp slagorð Mussolini í stétt með stétt og hefur það einhvern orðið í Sjálfstæðisflokksins sem að margir í Sjálfstæðisflokknum eru að biðja að þetta fasíska slagorð verði nota oftar. Já, við verðum að fara að varlega með F-orðið en þetta vel þess virði að fara yfir þessa sögu og skilja hvernig þetta verður til og síðan í nútímanum að skilja hvernig hins samfélagslega uppbygging tengd uppbyggingu kapitalsins og þá þurfum við að skilja eðli peningana líka því þeir eru líka eins og kapitalið samfélagsleg úr sáttmáli hugmynd, þeir eru ekki gull eða hlutur og verðbólgan og allt það hangir saman við það er það hlutverkið að hjá ríkisvaldinu að deila byrðunum eða er því hlutverki bara úthýst til Seðlabankans og það rétt efnahagsstefna að verðbólgan muni koma niður við það að hækka vextina eða kæla hagkerfið og við erum með einstaka tilraun í gangi hjá okkur hér núna því að verkalýðshreyfingin samdi raunlaunalækkun út á trúna á það að verðbólgan myndi koma niður við það og það verður mjög spennandi að sjá hvernig það gengur. Það bara ekki að ganga, ég get alveg sagt það. Það eru bara forsendurnar sem að sko verkalýðshreyfingin taldi sig vera að semja í síðustu áramót, að þær eru bara ekki að ganga eftir, það ennþá sama vaxtastig þetta. Og það ekkert að sjá að ríkisvaldið eða ríkisstjórnin ætli að vera með einhverja aðgerði til þess að lina þjáningar launafólks sem að verða fyrir sko verðbólgunni og vöxtunum. Engin merki það. Klara vitnar frá þessum tíma í Bretlandi þegar að það eru svo brjálæðislegar hugmyndir að jafnvel að hækka stýrivextin upp í 10% þar sem að þóttu nú alveg sko rosalegar hugmyndir þar en við erum kannski svo stutt síðan að við vorum með 18% þannig að okkur þykir 9,1 bara sæmilega þolanlegt en 18% voru bara í skamman tíma eftir hrunið ekki. Já. Herðu, Ásgeir Brynjar, takk fyrir að koma og segja okkur frá ráðstefnu VFR sveltistefnu? Niðurskurðarstefnu? Niðurskurðarhyggju, komast að niðurstöðum hvað þetta á að heita? Og þakka Höllu Gunnarsdóttur fyrir að ná Klöru til landsins. Klöru Mattei, hagfræðing frá Ítalíu. Mælum með bókinni við alla. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda
komið sæl og blessuð. Við ætlum næstu mínútur að ræða borgarlínu og skref til samþykktar í samgöngusáttmálanum svokallaða sem stigin voru í gær. Svona bara áður en við byrjum þá umræðu þá get ég hendi hér á borðið, deilt því með ykkur að ég fór út að skokka í morgun. Mér fannst mjög vont loft, mér fannst mikil mengun, mér fannst mjög mikil bílaumferð, mér fannst fólk vera pirrað í grámanum sem var þarna. Og mér hefur fundist það svona upp á síðkastið það vera vaxandi vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu að það tekur mann alltaf lengri og lengri tíma að komast frá stað A til B. Á sama tíma er talað mikilvægi þess að við séum umhverfisvæn, við hreyfum okkur meira, við hjólum og allt það og það er talað mikilvægi almenningssamgangna. En þegar við heyrum að þessar hugmyndir kosti á 400 milljarða að koma hér upp almennilegu kerfi þá svona spyrjum við hvað erum við að fá fyrir alla þennan pening og kannski megin vandinn sá að það hillir ekki undir neina lausn 1, 2 og 3 hér í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki að gerast á morgun, ekki á hindaginn. Og þess vegna held ég að við þurfum að ræða þetta mál kannski með markvissari hætti en verið hefur og væri kannski bara aktíft sniðugt að setja þessi samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu hér á dagskrá bara viku eftir viku á samgöngustöðinni á samstöðinni ætla ég nú að segja. En hingað eru komnir 2 góðir gestir, borgarfulltrúar, annars vegar Sanna Magdalena Mörtudóttir, sósíalisti, vertu velkomin. Takk. Og svo Dóra Björt, þú ert nú bæði stjórnarformaður Strætó er það ekki og formaður umhverfis og skipulagsráðs. Já. Reykjavíkur. Já, Reykjavíkur. Verið velkomna báðar. Takk. Í gær er sem sagt þessi dagur, sjálfstæðisflokkurinn 3 klofnar í afgreiðslu til samgöngusáttmála sem að mér finnst vera mjög lýsandi fyrir ástandið. Það er ekki flokkspólitískt, við vitum ekki alveg hvað við eigum að halda, við vitum ekki hvað við styðjum. Ef við byrjum á þér, veldis, vöxtur, fjárhæða, þetta er orðið eitthvað skrýmsli, 311 milljarðar. Hvernig stendur á þessum ósköpum? Af hverju verður einhver pólitísk hugmynd sem að kannski margir virtust hlindir í upphafi vegna þess að það var lagt upp með ákveðna fjárhæð? Af hverju er þetta orðið svona rosalega dýrt og hvað erum við að fá fyrir peningin? Er þetta bara strætó á styrum? Góð spurning og það er ekki svo að þessir peningar séu allir að fara í borgarlínu. Nei. Það er þannig að þetta skiptist á milli mismunandi fjárfestinga í innviðum, í samgönguinnviðum á höfuðborgarsvæðinu og hérna ég skil alveg að fólki finnst þetta að vera mikil fjármunir, þetta er búið að stækka en það láði þetta fyrir að það er áætlanir sem að voru til grundvallar umræðin 2019 voru ekki komnar nægilega langt. Og þá þurfti að fara yfir það er svona ýmislegt sem hefur breyst í þessu bara varðandi hvernig verkefnin hafa þróast eða verið að skoða þetta nánar og þá bara, hefur bara ýmislegt breyst í því og þá er gott að taka þetta upp aftur af því við viljum að áætlanir séu raunhæfar en það eru bara 42% af þessu sem er að fara í borgarlínu, 42% er að fara í stoppvegaframkvæmdir svo eru líka hjólreiðar undir þessu, það eru öryggisaðgerðir, það eru ljósastýringar aðgerðir og ýmislegt þannig að svo að það líka bara fyrir að það er ekki alltaf að fara í borgarlínu ég myndi gjarna vilja sjá enn stærri hluta af þessari köku vera að fara í borgarlínu þannig að hún kemur ennþá hraðar af því að það er þannig að það er verið að skipta þessu yfir mörg ár fram að 2040 og lengja í sáttmálanum til 2040 og til þess að ná þessu öllu saman en þetta eru eitthvað sem að margir aðilar úr mörgum flokkum úr mismunandi áttum þetta eru mörg sveitarfélög, ríki sem koma að og ná saman að svona frekar sögulegri sátt samgöngumál það á stóru svæði og hér eru 2/3 íbúa á Íslandi sem búa á höfuðborgarsvæðinu og við erum að tala upphæð sem er 3/4 af því sem er venjulega verið að fjárfesta í samgöngum á Íslandi árlega í samgönguáætlun. Þetta eru samt ekki peningar sem fara beint að samgönguáætlun, eitthvað þessu verður sérstakt framlag og svo framvegis, þannig að þetta er ekkit endilega bara í samkeppni við þá þau verkefni sem að þar hafa verið undir, en það er ekkit óeðlilegt að mínu mati að 3/4 af því sem að vera að verja í samgöngur fari þá á svæði þar sem 2/3 íbúa búa
og minna mætti það nú alla vera. Mér finnst nú þetta sé bara í rauninni sjálfsagt og það gott að við séum á svo stað og kannski ætti stærri hluti að fara vegna þess að það sannarlega þörf á þessu. Það mjög margir og mörg sem að flytja hingað, það örvöxtur, íbúafjölgunin svakaleg, það 79 bílar sem að bætast í samgönguflóruna á höfuðborgarsvæðinu vikulega. Á ársgrundvelli þetta 27 km bílaröð frá HÍ cirka að Grundarhverfinu á Kjalarnesi. Og við erum öll sammála að það í rauninni ófremdar ástand. Já, það ekki pláss fyrir þetta. Nei. Þetta bara rúmfræðileg áskorun og þá bara spurningin hvernig... Tafirnar verða meir og meiri, mengunin verður meir og meiri vegna þess að þeir bílar sem ekki eru knúðir áfram með vistvænum orkugjafa, þeir náttúrulega menga meir og meir. Þú ert í hægagangi og stopp í röð. Akkurat, og ekki bara það eru líka dekkin. Þannig að þú finnur það þegar þú varst að tala að þú hefur verið úti og fannst fyrir loftinu og það ekki bara mengunin frá olíunotkunni, það líka dekkin. Svo það á veturna nagladekkin. Já, nú fara þau bráðum að tæta upp malbikið. Já, og þetta allt saman eitthvað sem hefur rosalega mikil áhrif á okkar lífsgæði sem í borginni og það nú ekki alveg sanngjarnt heldur í því að þau sem að ganga og hjóla mest og nýta almenningssamgöngur og eru úti undir berum himni og ekki alltaf aka á milli af bíl, þau verða mest fyrir barðinu á þessu slæma lofti, allavega að mengunin sem hlýst til dæmis á nagladekkjum. Þannig að það svona svolítið ójafnvægi í því. En sko Dóra Björt, hefur ekki bara pólitíkin algjörlega brugðist? Hefur þú ekki brugðist á þessari vakt og þið sem eruð í borgarstjórn? Þetta tekur óendanlega langan tíma, það rifist alls konar mál, kostnaður hleðst upp. En það sem verst að okkur finnst ekki lausnin vera nógu trúverðug. Við myndum kannski trúa því ef allir þessir peningar færu í undirgöng, metró, eitthvað svo leiðis, þá myndum við skilja þetta betur. En það mjög erfitt að átta sig á því að lausninnar sem að þið eruð að samþykkja og þið trúið á, bara mjög erfitt að trúa því sjálfur að hér verði æðislegt að búa bara eftir korter. Sko, það auðvitað þannig að ég búin að vera frá mínu fyrsta degi að vinna þessu verkefni síðan 2018 og það kom inn í meirihlutassáttmálann þegar ég kom inn í borgarstjórn að við myndum vinna þessu og við og náðum þá 2019 árið seinna þessari sögulegu sátt í fyrsta kasti sem var svo endurskoðuð og það var sjálfur sér aðrir sem að þrýstu meira á þessa endurskoðun heldur en allavega ég, að þegar ég hugsaði með mér ég myndi vilja halda áfram þessu verkefni en það auðvitað ríki sem að kemur að þessu líka og þau voru upptökin að því að taka þetta upp þessar áætlanir og endurskoða frekar en þau myndu bara vildu hafa fyrirsjáanleika í því hversu stórt þetta myndi verða að endingu og ég skiljaði líka einhverju marki en ég hefði gjarnan viljað sjá þetta allt saman fara hraðar og ganga hraðar en það ekki bara eitt flokkur eða meirihluti borgarstjórn sem ræður þessu. Þetta mörg sveitafélög og þetta ríki sem kemur að. Þannig að þetta svolítið flókistórt verkefni. Trúverðugleiki verkefnisins, það auðvitað búið að greina það að með þessari breytingu þá mun það verða svo að 71% íbúa höfuðborgarsvæðinu munu búa í námynda við en í nálægð við góðar almenningssamgöngur, í göngufjarlægð með við 19% sem nú eru. Þannig að það muni þetta hafa rosalega mikil áhrif og það bara búið að greina það út frá þessu neti sem að þarna undir og það mun auðvitað og það enginn sem getur lofað að hér verði bara æðislegt að búa og það snýst meira heldur en bara almenningssamgöngur en þetta mun allavega gera fólki kleift sem að geta og vilja að nýta aðrar samgöngumáta heldur en bílinn að nýta þá af því að það líka undir þessu hjólastígar það búið nú þegar að fjárfesta og byggja 20 km af hjólastígum á vegum samgöngusáttmálans síðan 2019 og það koma 80 km til viðbótar þannig að við erum smá saman að gjörbreyta möguleikum fólks til að nota hjól sem samgöngumáta en það enginn sem getur lofað því að hér verða æðislegt að búa en við reynum auðvitað að skapa innviði þannig að það sé allavega þau tækifæri sem þurfa að vera til staðar til að það sé betra loft, það sé betra loftgæði að mengun sé minni að við getum kannski náð markmiðum okkar að draga úr gróðurhúsalofttegundum og allt þetta og það mikilvægt að innviðirnir séu byggðir svo að fólki geti nýtta og þeir koma og við vitum að það virkar öll reynsla sýnir það. Víkjum talinu að þér sanna að þú studur ekki samþykkt samgöngusáttmálans í gær, hvers vegna ekki? Sko þetta rauninni samkomulag sem að gerir ráð fyrir uppbyggingu samgöngu innviða og fjármögnun og það mjög nauðsynlegt að fara í úrbætur á samgöngu innviðum eftir mikla vanrækslu síðustu ár. Og það mjög mikilvægt að sé þessi framtíðarsýn til staðar að það sé einhvern veginn skipulagt hvernig við ætlum að laga það sem þarf að laga.
Nú það talað að það gert ráð fyrir samkomulaginu að 140 milljarðar komi í gegnum veggjöld, sem sagt innheimta veggjalda verði ein fjármögnunarleið sem að ríki geti nýtt til þess að greiða fyrir þessar samgönguúrbætur. Og þetta hefur ekki orðið að veruleika, en þetta svona nefnt í samkomulaginu og gert ráð fyrir þessu, og við vitum að veggjöld munu bitna harðast á þeim sem að hafa minnstu tekjurnar. Og hver hefur minnstu tekjurnar í dag? Það stór hópur fólks, þar sem 40% heimila launafólks eiga erfitt með að ná endum saman. Nú að skjóti einni spurningu hér, eru þið almennt bara á móti veggjöldum? Já, þið viljið bara skattarnir okkar þeir fari í að fjármagna samgöngur og... Við erum með skattar sem litið á þessi sameiginlegu sjóður sem eigi einmitt að fjármagna þessa grunninnviði og samgönguúrbætur eru liður að þessum grunninnviðum, þannig að það mjög skrítið að vera ætlast til þess að þegar það búið að greiða skatt að þá eigum að greiða ennþá meira til þess að eðlilegar og sjálfsagðar samgönguúrbætur verði að veruleika, og það þetta sem við höfum gagnrýnt. Þeir eru ekki einum að hugsa þetta. Nei, á sama tíma og stjórnvöld eru ekki að ýta á það til dæmis að þau sem að hafa mestu tekjurnar greiði til nær samfélagsins eins og útsvar í formi á fjármagnstekjur sem ekki núna gert, og þú sveitarfélögin verða á mörgum milljörðum ár hvert vegna þess að útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur og þá finnst okkur sérkennilegt að almenningur sé látin greiða fyrir uppbyggingu samgöngu úrbóta á sama tíma það ekki verið að skattleggja ríkasta fólki, þannig við setjum það svona í samhengi. Nú á sama tíma þá líka gert ráð fyrir því að þegar hámarka ágóðan af húsnæðis uppbyggingu að Keldum til þess að það sé hægt að fá fjármagn þaðan inn í samgöngusáttmálann. Og ef við bekkum aðeins þá var það stuðningur stjórnvalda við lífskjarasamninga 2019 sem gerir ráð fyrir því að þarna ætti að fara fram hagkvæm húsnæðisuppbygging á Keldnalandi, Keldnaholti, og eins og Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR hefur bent á það hefur það verið svikið af því það ekki lengur verið að gera ráð fyrir þessar hagkvæmri uppbyggingu. Það þarna ákveðin svona prósentutala sem tekin fram sem við vitum þó ekki nákvæmlega hver endanlega verður sem eigi þá að vera félagslegar íbúðir, en sem dæmi að þá borgin með samkomulag að 5% nýrra íbúða eigi að vera félagslegar og hefur einnig gert samkomulag við ríkið og húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem talaði að 35% nýrra íbúða eigi að vera félagslegar, vistvænar, hagkvæmar, en þarna mörgum ólíkum hugtökum blanda saman og í rauninni grauta saman, þannig að þú getur ekki sagt að þetta sé allt 35% félagslegt, þegar það líka vistvænt, að því vistvænt getur til dæmis verið gott fyrir umhverfi en ekki ódýrt. Það getur verið kaupíbúðir sem að þá strax útilokar stóran hóp frá því að komast inn í þær íbúðir þar sem þarf að leggja út ákveðið svona einhverja milljónir til þess að geta þá keypt íbúðina. Þannig að það þessi fjármögnun sem að við erum að gagnrýna og sama skapi þá líka sérkennilegt að í gögnum málsins sem að fylgja með samgöngusáttmálanum þá talað að þegar bættar almenningssamgöngur komi að þá eigi það að spara fjölskyldum svo þau geta sleppt í kannski að vera með bíl, en þú veist það svo skrítið að því það ætlast til þess að almenningur sé að greiða í rauninni fyrir þessa uppbyggingu og það getum við sósíalistar í borginni ekki samþykkt. Ég nefndi áðan strætó á styrum. Hvernig líkar þér það orðalag? Er það varhugavert? Er þetta bara, ertu sammála því eða? Sko, það sem ekki verið að gera í þessu samkomulagi að byrja á því að líta á það sem að strætófarþegar hafa verið að kalla eftir. Það þetta tíðnin, það þetta verð á þjónustunni og það þetta aðstæðan. Og það á að bæta tíðni 8 vagna á næsta ári samhliða því að ríkið kemur með 30% af rekstrarkostnaði stígur þar inn í og þá að fara að reka þetta með sveitarfélögunum, Strætó OBS. En það alls konar svona þættir sem ekki verið að gera strax. Við sjáum bara hvernig skerðingar hafa átt sér stað á þjónustu Strætó á síðustu árum. Við sjáum hvernig tíðni hefur verið skert. Við sjáum hvernig við höfum þurft að búa við eitthvað svona sumar áætlun þar sem tíðni skert. Við sjáum hvernig það ekki eins og þetta að tryggja að það sé klósett á stærstu og fjölmennustu samgöngumiðstöðinni Mjódd. Þannig svona ýmsu þættir sem ekki eins og verið að síðast í gær það var alltaf dýrt í Strætó.
Núna kostar 650 krónur stökkferð. Það er hægt að kaupa ódýrari tímabilskort í strætó, en þetta er einmitt stór liður sem að skiptir fólk máli og ef við skoðum til dæmis ferðavenjukönnun frá október 2022 þá kemur fram að 41% þeirra sem tóku þátt í Reykjavík og nota strætó sjaldan eða aldrei svara því að ef að verð á þjónustu yrði lækkað þá myndi það ýta undir og þau og börnin þeirra væri líklegri til þess að fara í strætó og á sama tíma hefur við séð 4 gjaldskrárhækkanir eiga sér stað á síðustu 2 árin hjá strætó. Þar á meðal ein hækkun sem var rúm 12% og ein sem var rúm 11%, þannig að þetta er ekki beint traustveikjandi. Þá er gott að vera með stjórnarform strætó til þess að bregðast við þessu. Af hverju er það að hækka gjöldin svona? Strætó hefur búið við mikla vanfjármögnun yfir lengri tíma. Það komu þarna upphæðir frá bæði sveitafélögum og ríkinu sem hafa ekki verið vísitölubættar og þannig að það eru einhverju milljarð sem vanta í þeirra kerfi miðað við, þannig að það hefur orðið útþynning fjármagns í gegnum mörg ár og því miður og þess vegna hefur staðan orðið bara þrengst mjög mikið reksturinn og svo kom COVID og einmitt af því að ríkið átti ekki í þessu fyrirtæki þá var ekki hlaupið undir bagga með nægilega öflugum hætti eins og var gert með önnur ríkisfyrirtæki og þess vegna varð Strætó að taka sinn sjóð varasjóð sem átti að fara í að endurnýja vagnflotann meðal annars og nýta hann í að dekka í götin og þetta var þrátt fyrir að almannavarnir gerðu Strætó eða þrýstu á að Strætó myndi halda dampi gegnum COVID til þess að tryggja almannaþjónustu og þetta hefur bara gert það að verkum það hefur farið alls konar aðgerðir bara til þess að koma í veg fyrir að Strætó bara get ekki borgað laun eða annað, bara það hefur verið tekið af það sem hægt og það er mjög miður og ég er alveg sammála því. Hluti af þessum sáttmála hins vegar sannarlega að mæta þessu ástandi vegna þess að að ríki komi inn í reksturinn mjög stórt mál. Þau komið hann inn með þriðjung, með fjármagn og með loforð að taka undir með okkur í orkuskiptunum. Þannig að við getum farið í vagnflota endurnýjun sem svo ótrúlega nauðsynleg vegna þess að með þessum gamla vagnflota þar sem eru gamli vagnar og olíu verður búið að hækka út af stríðinu, það eru viðgerðarkostnaðurinn mjög hár að þetta boltar upp á sig þannig að reksturinn verður ennþá ósjálfbærir fyrir vikið þannig að við verðum að fá nýja vagna og auðvitað viljum við helst fá vistvæna vagna því að það eru auðvitað stefnan hjá okkur öllum en fyrst og fremst þarf Strætó að virka út af því að það er ekki hægt að bjóða notendum upp á það að standa á stoppistöðinni og það kemur enginn Strætó út af því að Strætó bilaði og það voru ekki til neinir varavagnar og það er bara raunverulega staðan sem við erum búin að standa fram fyrir og við verðum að fara út úr henni og núna mun þessi nýji samgöngusáttmáli gera okkur það kleift bæði með fjármagni sem að koma inn til viðbótar við það sem nú í kerfinu frá ríkinu yfir 2 milljarðar, ég held að segja milli 2,2 til 2,7 milljarðar og svo peningar inn í þessi orkuskipta þróun sem við þurfum að fara í gegnum. Þannig að við munum það núna geta keypt nýja vagna, við munum geta hækka tíðnina eins og Sanna var að tala það er alveg rétt, tíðnin skiptir miklu máli og svo er hægt að skoða nákvæmlega útfærslu á því, við erum að fara að gera það smá saman, strax á næsta ári er stefnan að fara 13% aukningu á tíðni í kerfinu, það er hægt að skoða útfærslu á því hvort það er að vera meiri þrýstingur á einhverju öðru eða hvað það er og svo smá saman, alveg þar til við erum komin upp í 650.000 klukkutíma aukning á ári miðað við 400.000 sem við erum með núna, þannig að það er mjög mikil þjónustu búbót í þessu meiri tíðni og auðvitað er borgarlínan sem slík, þannig að við erum að tala um bæði tíðni, fjölgun, það er nýtt leiðanett sem er undir þessu, það er Strætó sem er að fara að lagast og verða betri, það er nýja leiðanettið og innleiðing á því, en undir því eru líka þessar stoppleiðir borgarlínu og þær eru mikilvægar af því að af hverju, þú segir Strætó og sterum, það er hægt að nota alls konar orðum þetta, Strætó og sterum, ef okkur þykir vænt Strætó þá lítur meiri Strætó að vera betra, það þýðir bara að Strætó er í sérrými, er þá með meiri áræðanleika, situr ekki fastur í umferðaröngþveiti með hinum bílunum sem að því miður er allt of oft raunin og tíðnin verður þá betri sömuleiðis, þetta eru líka stærri vagnar, þægindin eru meiri, hluti af verkefninu eru líka aðgengi og betri, eru góðir brautarpallar með innviðum þar, það eru hjólastegar sem að fara með fram, það er líka allt umhverfi sem verður vistlegra, þú veist þegar maður er að taka upp
götuna þá auðvitað lagar og allt, þú ert að fara að búa til hjólastíga, þú ert að fara að gera betri gangstéttir fyrir fólk sem að ganga. Þetta örugg leið að gera þetta svona, að hafa þetta í miðrými, það eykur umferðaröryggi fyrir þá sem að nota strætó og bætir bara aðgengi allra að fjölbreyttari samgöngumátum. Vandið þinn núna að þú ert búin að vera að lýsa fyrir okkur kerfi sem hefur brostið. Það hefur ekki virkað, sem strætókerfið í borginni, af mörgum ástæðum. Þú ætlar að selja okkur núna að þetta kerfi sem hefur ekki virkað sem skildi, það sé lausnin af framtíðinni. En þetta kerfi hefur náttúrulega ekki verið svona, við erum náttúrulega að fara inn í þetta. Það er ekki miðrými, sérrými, miðrými eða neitt. Borgarlínan ekki orðin reynd, þannig að það auðvitað að gagnrýna hana en sko munurinn á þessum hugmyndum og til dæmis því að þú sért bara með tölvustýrt kerfi, þú sért með neðanjarðar göng, þú ert með tímaáætlun sem getur ekki farið úrskeiðis, það er bara alltaf, það fer einhver lest frá stað A til B. Þetta myndu Íslendingar og höfuðborgarbúar skilja. Ef það væri einhver sátt það í pólitíkinni að setja mikla peninga í byltingakennd úrræði sem við myndum sannarlega trúa með sama hætti og hugmyndin lest á milli Keflavíkur og höfuðborgarsvæðisins. Við vitum öll að það yrði gríðarlegur ávinningur af því. Algjörlega. Fyrir Ísland allt. Enda höfum við talað mikið fyrir því. Akkurat. Það liggur fyrir að því að þú ert að tala. Aðeins klára absolutt. Því að stundu tekið þátt í samtalinu. Já, það er bara flott. Það er bara komið upp svo margar hugmyndir að ég vil bara endilega taka þátt í meir. Að og ef þetta leggst ofan á það að til dæmis á bylgjunni, það var alltaf talað um það að bylgjan hún væri svona þeir sem hata strætó. Allir dagskrárgerðarmenn þar, þeir hötuðu strætó og þeir var alltaf bara að segja Íslendingar nota ekki strætó. Við viljum einkabílinn. Við erum svo miklu einstaklingshyggju fólk. Í ljósi þess að það er margt sem bendir til þess að Íslendingar bara það sé erfitt að þjálfa Íslendinga upp í hugmyndinni að nota strætó, alveg óbúslega mikið. Er þá ekki verið að tefla svolítið djart með þessum hugmyndum og með öllum þessum peningum? Er þetta í takti við það sem að flest okkar erum að hugsa? Er ekki svona frestunin sem orðið hefur á framgangi, hún ekki bagaleg og eru þið ekki bara í dálítlum vandræðum með þetta mál, svona út frá trúverðugleika, stjórnmálin til þess að þú getur komið miklum verkum í framkvæmd þarftu að hafa traust og tiltrú almennings og það ekki ákveðið vandamál í þessu dæmi? Ég hugsa bara meira að skila árangri heldur en hvað fólki finnst það sem að gera og það sem ég veit bara að það bara öll reynsla sýnar okkar erlendis frá og við vitum það bara út frá sérfræðiþekkingu og öllu sem búið að skoða að ef við ætlum að fá fólk til að nota almenningssamgöngur þá verðum við að bjóða upp á góða þjónustu. Hún ekki nægilega góð í dag, við erum alveg sammála um það, þannig að það hægt að segja ýmislegt strætó fortíðarinnar eða nútíðarinnar, en við erum að fara í allt annað kerfi, þar sem þetta í sérrými og nýtur því forgangs í umferðinni. Og við vitum það bara erlends frá, þar sem þetta hefur sannlega verið gert mjög víða og víðast hvar, að þetta virkar og það er stundum talað að þú byggja það og þá muni þau koma. Við sjáum að til dæmis með hjólastíga sem við erum búin að vera fjárfesta mjög ríkulega í undanfarin ár að það búið að aukast mjög notkunin. Það út af því að þegar þú byggir það þá kemur fólkið og það nýtir sér það og það ekkert eitthvað sem ég held fram eða mér finnst, það ekkert pólitísk hugmyndafræði eða neitt, það bara staðreynd að fólk nýtir sér það ef aðgengi mikið. Við vitum þar að auki sem mikilvægt að stór hluti þeir sem að aka í dag til vinnu allt frá 30% til 40% vilja nýta aðra ferðamáta og það það líka ábyrgðar hluti fyrir þau sem eru við stjórnvölin að mæta því með einhverju móti að bjóða upp á aðra raunhæfa samgöngumáta en það á ekkert að vera eitthvað menningarlegt að það bara flott að fólk nýti stræti á í dag og hjóli í dag, það bara mjög gott mál en hugmyndin ekkert endilega svo að fólk að velja þetta bara því að það með einhverja svona hugmyndafræði eða einhverja svona vill svo mikið gera það, við viljum að þetta verði þægilegur kostur og það að nýta bílinn og það auðvitað markmið, þannig að fólk þurfi ekkert að velja þetta sérstaklega heldur en það verði bara svona
bara þægilegur kostur að nýta eins og þetta erlendis. Ég bjó lengi vel í Oslo, ég búið í Berlín og víðar. Engin vina minna þar áttu bíl allavega á þeim tíma. Ég var hjá vinkonu minn daginn sem á 2 börn. Hún býr ekki í miðborg Oslo, hún býr aðeins fyrir utan. Hún á ekki bíl samt og það er ekki út af því að það er einhver sérstakur metnaður hjá henni. Það er bara út af því að hún þarf ekki bíl. Út af því að samfélagið er byggt í kringum það. Og það er nefnilega málið með borgarlínu að það er ekki bara strætó sem ekur og það er ekki bara þetta miðrými. Þetta er líka stærsta byggðaþróunarverkefni Íslandssögunar vegna þess að það er verið að þétta byggð í kringum ása borgarlínu. 90% af öllu húsnæði sem verið að byggja er innan áhrifasvæðis borgarlínu. Þannig að það snýst það að við nýtum innviðina vel og að við sköpum lífsgæði fyrir fólk sem hér býr. Þannig að við byggjum og höfum nægan íbúafjölda til að halda upp í þjónustunni og sem að getur þá nýtt sér þessa þjónustu. Þannig að þetta verður frábær þjónusta fyrir þennan hóp sem að býr svo nálægt. Hinir sem búa ekki nálægt ásunum, þeir eiga svo geta nýtt sér þverleiðir sem að þvera borgarlínu og færir fólk inn að ásum borgarlínu sem getur svo farið yfir í borgarlínu og þetta verður þetta svona lestar upplifun. Þetta eru margir að þessu liðvagnar og þetta á að vera mjög þægileg gæða þjónusta, gott aðgengi, greitt aðgengi fyrir fatlað fólk með svona þar sem er engin þröskuldur og annað. Þannig að þetta eru mikil gæði, tíðnin og áræðanleikin er fyrir hendi og það skiptir öllu máli. Núna verið að tala framtíðarskipulag sem er sett fram og einhvern veginn að virka svo vel og þeirra hafa verið leitið til dæma frá útlöndum og sé búið að kynna sér hvernig þetta virkir þar og stundum fær maður þá tilfinningu að stjórnvöld gerir allt nema hlusta almenn kér á Íslandi. Strætófarþegar sem treysta á strætó dag eftir dag hafa verið að kalla eftir því að aðstæðan verið bætt strax. Það var til dæmis ekki hægt að halda því úti að það væri klósett á stæðstu og fjölförnustu skiptistöð landsins Mjóddinni. Það var ekki hægt að tryggja að væri klósett opið þar allan tíman sem að Mjóddin var opin. Það er búið að færa einhvern veginn alla þjónustuna frá strætófarþegum. Ég man þá tíð þegar maður gat talað við einhverja mannesku á þjónustuborði, fengið upplýsingar leiðakerfið, tíðnina, keypt miða. Nú er það ekki hægt, þannig að verður að treysta helst á rafrænar lausnir og verður að treysta á símaðinn og þau eru búin að ferðast langan vera lengi í strætó yfir daginn með síma sem er kannski batterislaust. Þú getur ekki skoða upplýsingarnar og þú þarft að hafa netaðgengi til þess að sjá hvað strætó er staddur. Það er búið að færa einhvern veginn þessi svona manneskjulegu viðmót og getur talað við einhvern. Við sjáum að Mjóddin og Hlemmurinn er ekki opin í takt við allan þann tíma sem að strætó ekur og út af því að það er komið matöll í Hlemmina þá upplifa margir strætófarþegar sem eru ekki greiðandi viðskiptavinir að matsölustöðunum þar inni að Hlemmurinn sé ekki fyrir þau. Það er einhvern veginn búið að gera kerfið óaðgengilegra eins og með klappinu. Það er rafrænt, þannig að það útilokar marga öryrkja sem geta ekki keypt sér afslátta fargjöld í gegnum þetta rafræna kerfi og að því það er búið að fara með þessa svona manneskjulegu móttöku frá helstu samgöngumiðstöðvum. Þú þarfst að fara lengst upp í Hestháls til þess að fá aðstoð og það er líka búið að svona takmarka opnunartímann þar. Þannig að þetta er orðið svona mjög óaðgengilegt og það er alls konar þættir sem verður hægt að gera strax núna, tel ég, til að fólk myndi svona líta á strætó sem svona áreiðanlega kost með því að hlusta á það sem strætófarþegar eru að kalla eftir og þetta snýr ekkert að einhverjum svona séragreinum eða endilega bara tíðinni, heldur einmitt þessi aðstæða, þetta viðmót, að það sé einhver staður þar sem getur verið að meðan þú ert að bíða eftir næsta vagni, að biðskili séu góð og skjólgóð. Við sjáum það er ekki einu svona biðskili á allir stoppistöðunum, stundum er þetta bara eitthvað svona grind með tímatöflu og það er svo búið að breyta tímatöflunum þannig að þú sérð ekki lengur alla áfangastaðina, það koma kannski næstu 3 og svo síðustu 3 þannig að þú getur ekki eins og skipulagt alla leiðina að þú ert að byrja að nota strætó og það er bara eins og fólki sem hafi skipulagt þetta sé ekkert í strætó dag frá degi. Þannig að mér sérstakt einhvern veginn að koma með einhverja lausn sem er fengin erlendis frá eftir einhverja glærukynningar eða hvað sem það var og sagt einhvern veginn þetta ætlum við að yfirfæra á íslenska samhengið í staðinn fyrir að hlusta bara á það sem strætófarþegar er að segja og er að kalla eftir og byrja þar. Svo að því það var talað orkuskipti í samgöngum, þá finnst mér líka þá gerum við athugasemd við það að það er gert ráð fyrir því að ríkið ætli að hjálpa þá einkafyrirtækjum að kaupa þessa vistvæna vagna og við sjáum að helmingur akstur strætó í dag, strætó BS er hjá einkaaðilum, það eru verktakar sem eru að sjá þetta og við vitum líka í kjölfar útvistunar þá hefur það haft neikvæð áhrif á launaþróun vagnstjóra. Þannig hjá strætó BS þá erum við með fullt af vagnstjórum sem keyra sem eru með mismunandi laun eftir í hvort að strætó BS hefur ráðið á til sín eða hvort að eitthvað sem einkafyrirtækjum hefur ráðið á til sín í gegnum útvistun. Þannig að þetta brýtur líka niður þetta svona heildarkerfi sem við erum
með og svo talað að ríkið eigi að koma hérna inn í fjármögnun og til þess verið stofnað þá nýtt félag til þess einhvern veginn að halda utan þetta allt saman. Þannig að það eru auðvitað spurningar hvað verður Strætó BS og aðkomu sveitarstjórnarfulltrúa að því félagi og það talaði að þetta eiga sér stað 1. janúar 2025 sem bráðum og mér mjög ólíklegt að þetta verða veruleika. Þannig að það ýmislegt sem óútfært í þessu og sérstaklega því þau voru að tala kostnaðinn líka áðan. Þá í þessum sáttmála gert ráð fyrir að það þurfi jafnvel að endur meta kostnaðarliði eftir nokkur ár af því það ekki búið að útfæra öll verkefnin og eins og ég segi það alveg fullkomlega eðlilegt að fara í uppbyggingu samgöngu innviða en þetta eins og með svo margt á Íslandi það ekki búið að útfæra einhvern veginn skref frá skref og búa til ólíka sviðsmyndir til þess að fyrirbyggja eitthvað svona að sé að eiga við eitthvað svona óvænt sem kemur þá upp á en það sem grunnurinn í þessu öllu ef þú vilt fá fólk til þess að nota almenningssamgöngur í framtíðinni að þá verður að gera allt sem getur núna til þess að gera það góðar, ekki einhvern veginn selja einhverju framtíðarlausn og segja bara að þetta verður allt betra en árið 2040 þá verðum við svo frábæra borgarlínu. Af hverju ekki að byrja strax á því að laga sem hægt að laga og nei, það ekki nóg að auka tíðni á 8 leiðum á næsta ári. Það þarf að gera svo miklu meira. Inn í þetta samhengi langar mig aðeins til þess að nefna núna að því við ræddum það áðan að þetta auðvitað ekki flokkspólitískt mál, ekki nema þá að einhverju leyti að sko, fólk sem ekki pólitík að skrifa greinar. Ég las eina grein helgina sem verkfræðingur skrifaði sem talaði svolítið líku nótum og sanna. Hann sagði sko að það mætti ekki endurbæta strætókerfið vegna þess að allir væru alltaf að bíða eftir stóru bombunni, borgarlínunni. Ekki ljær borgin máls á því að láta bráða endurbætur á strætókerfinu hafa forgang þótt hægt sé að framkvæma þær á fáeinum árum fyrir tiltölulega lítið fé og halda síðan áfram með borgarlínu. Þetta sagði þessari grein, þessa verkfræðins í Mogganum helgina og þetta ekki sko, ég kem enn og aftur að því hvort þetta ekki svona dogmatísk trú á framtíðina svolítið í blóra við væntingar, ég held að væntingar almennings skipti miklu máli fyrir ykkar vinnu og fyrir það svona hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðina kann ekki að vera að sko það þurfi að nálgast málið einhvern veginn þá sterkar út frá samtímanum bæta í götin sem að Sanna að tala meðal annars hraðar og á meiri krafti og þetta sem eina sviðsmynd framtíðarinnar það ekki varasamt út af fyrir sig? Sko, allt sem að Sanna var að tala eru bara mjög réttmætt atriði og ég tek undir þau en þau ganga ekkert gegn því að byggja borgarlínu. Þau eru bara hluti af því að bæta strætó samhliða því að byggja borgarlínu sem eru auðvitað planið og það er hluti af samgöngusáttmálanum. Þess vegna eru við komið með meira fjármagn inn í kerfið, ríkið með aðkomu og ég hef trú á því að það mun skila sér í fleiri tækifærum til að gera meira betra núna. Það hefur vantað peninga alls staðar, við vitum það er mikil verðbólga, bæði sveitarfélögin, ríkið hefur verið að kljást við það og ekki síst einstaklingarnir úti og strætó líka sömuleiðis eins og ég fór yfir að fjármunir hafa verið á skortnum skammti þannig að það allavega strandar ekki á mér að bæta þar sem þarf að bæta í alls konar hlutum. Við þurfum að mæta þeim sem eru að nota strætó í dag en við viljum líka stækka notendabasan, þannig við viljum gera bæði og þetta tvennt útilokar ekki hvort annað og þvert á móti og mér finnst ekki vera ástæði til að vera móti borgarlínu eða samgöngusáttmála af því að það þarf að bæta strætó strax. Þetta gengur hönd í hönd. Er það rangt sem þessi verkfræðingur segir að þið séuð alltaf á hold núna með samtíman af því að þið ætlið að taka svo rosalegt byltingakent skref í framtíðin? Nei, við erum alls ekki á hold með neitt framkvæmdir við borgarlínu hefjast vonandi bara strax á þessu ári þannig að framtíðin komin og við erum að fara á stað með þetta þannig að þetta ekki svo mikið meiri framtíð en það að við erum að fara að gera þetta við erum að byrja og borgarlína að fara að byrja að keyra innan fárra ára og það staðan sem við stöndum fram fyrir. Mér langar til að fá samt áfram að svara því sem var verið að tala hvað við að gera strax. Það auðvitað þannig að það alls konar heimasniðnir verkfræðingar, sérfræðingar og verkfræðingar hér og þar sem hafa alls konar skoðanir og mjög mikið talað það og kannski sérstaklega
sérstaklega úr ranni Sjálfstæðisflokksins og fleiri, að bara aðgerðir strax, gerum bara þetta strax, einhverjar séragreina strax, en allt þetta eitthvað sem að þarf að skipuleggja, það þarf að undibúa, það þarf að fjármagna, það tekur tíma og það tekur ekki minni tíma en það sem við erum að gera með borgarlínu, það tekur líka tíma, en nú erum við komin á stað með áætlanir varðandi borgarlínu, það skipulagsvinnan í fullum gangi, fullt af skipulagsáætlunum tilbúnar í drögum, þannig að það ætla að byrja upp á nýtt sannarlega ekki til þess að flýta, þannig að allur þessi áróður að bara gera eitthvað annað strax og það tekir skemmri tíma, það ég hef ekki séð nein gögn því til stuðnings á nokkrum tímapunkti og þó hef ég beðið og spurt mikið þá sem að tala svona. Þeir geta, að því ég þekki alveg hvernig skipulagsferillin hann ekkert styttri fyrir einhverja aðra aðgerð. Hins vegar þær aðgerðir sem við getum strax gert, þetta bæta tíðnina, eins og að sanna orðar að stoppa í götin þar sem hægt bæta þjónustuna með litlu. Ég mjög sammála að þurfi betri upplýsingagjöf leiðir og hitt og þetta. Þetta eitthvað sem að meira fjármagn í þessu kerfi skapar okkur tækifæri til að mæta. Og þannig að þetta, já. Það á hold. Það ekki verið að gera það. Það ekkert á hold. Við vorum að undirrita sáttmálan, við vorum að samþykkja hann í borgarstjórn gær. Peningarnir koma inn í nýju félaga næsta ári, þannig að það ekkert á hold. Það bara ekki til peningar. Strætó næstu á haustum. Hvernig ætlar að leysa það? Það talaði að ríkið að koma inn með fjármagn 2025 og gert ráð fyrir því að það verði seint á árinu 2025. Þannig að væntanlega þetta á hold þangað til. Það ekki endilega gert ráð fyrir að koma seint á árinu, ég hef ekki heyrt það frá neinum, en þannig að holdi vonandi kemur þetta snemma árið 2025. Allavega finnst mér ekki ástæða til að vera á móti borgarlínu að samgöngusáttmálanum, en ég alveg sammála að það þarf að gera alls konar og við verðum að gera og hafa samráð við notendur, ekki spurning, ég nota þetta sjálf, ég sé alveg fullt á tækifæri. Rétt í lokin, tími okkar nánast á þrótum, Sundabraut, bara mikilvægið, hvenær. Og ég get reyndar bætt við einu og það eitt að ég vil fara í þjónustugreiningu núna strax á vinnu strætó og við erum búin að tala það í stjórninni að skoða tækifæri til að einmitt mæta götunum og gera þetta aðgengilegra þannig að við vitum hvað þarf að gera leið og fjármagni til að gera það liggur það betur fyrir þannig að það alveg fullt af vinnu þannig í gangi. Við vitum hvað þarf að gera. Við þurfum ekki greininguna, við vitum alveg hvað þarf að gera. Það eru fullt af hlutum en þú þarft að taka það saman, þú þarft að vita hvernig á að gera, þú þarft að vita hvað það kostar, það að taka þetta allt saman, þetta stór vinna, við viljum gera hana faglega og hafa vaðið fyrir neðan okkur. Sundabraut, hvað séru? Já, bara svona samhengið í tengslu við þetta. Mikilvægi hennar. Sundabrautin ekki undir í samgöngusáttmálanum náttúrulega, en hún í aðalskipulagsvinnu núna og það það sem stendur yfir í gangi. Og verður hún byltingarkennt skref til bóta? Það fyrir bara eftir hvernig þú spyrð. Sundabraut ekki sérstakt áhugamál mitt með fullri virðingu fyrir því en ég þó þannig að ég í samstarfi við flokkar sem að leggja áherslu á það og við samið það að vinna að því verkefni. Það mun auðvitað bæta aðgengi margra að það mun stytta mjög vegalengd þarna á milli. Það getur líka komið sér vel fyrir almenningssamgöngur og þá sem að ferðast með þeim leiðum. Mér finnst þó mjög mikilvægt í þessu verkefni að við tryggjum það og vinnum að því að Sundabraut muni ekki bara skapa meira umferðaröngþveiti en það leysir þar sem að það tengir inn. Við þurfum að huga þá að þessu í bara heildstæðu samhengi á öllu höfuðborgarsvæðinu og af því að við viljum auðvitað hafa jákvæð umhverfis áhrif og viljum leysa hnúta ekki skapa það. Einmitt. Hvernig líst ykkur á það að við verðum bara aktíft með umræðum þessi máli hér á samstöðinni? Það mjög nauðsynlegt og ég held að sé bara mikilvægt að fá það ekki að ræða þetta miklu betur út frá miklu fleiri vinklum en verið hefur og Sundabraut? Nei. Samgöngumál, ég sammála. Og fá fólk sem fólk sem hjólar, fá fólk sem labbar, fá fólk sem notar strætó og það mjög mikilvægt af því að það má ekki vera þannig að í fjölmiðlum sé rætt við einungis stjórnmálamenn og stjórnmálafólk og einhverju skipuleggjendur hjá einhverjum fyrirtækjum þannig að við þurfum að heyra í fólkinu myndi ég segja. Störtum herrferð. Dóra Björt Guðjónsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúar. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Og við förum í aðra sálma. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Já, á morgun verður Mannréttindaskrifstofa Íslands með ráðstefnu hatursorðræðu og borgaralega óhlýðni og kannski eitthvað meira. Og til að ræða það og kannski sérstaklega borgaralega óhlýðni sem vakti áhuga okkar eru hingað komin Margrét Steinarsdóttir sem framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands. Anna Lúðvíksdóttir sem framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International og Ólafur Páll Jónsson sem prófessor í heimspeki við menntavísitas við Háskóla Íslands. Anna og Ólafur verða með erindið þarna en þetta nú þín ráðstefna, Margrét. Hvað eru þið að standa fyrir? Við höfum síðust ár, þá höfum við staðið fyrir árlegu mannréttindaþingi og umfjöllunarefni nú í ár, til dæmis í fyrra fjölluðum við börn á flótta og núna í ár þá erum við með hatursorðræðu, réttin til að mótmæla og borgaralega óhlýðni sem auðvitað mjög áhugaverð umfjöllunarefni. Ekki síst bara út af fréttum þessara viku, þar sem voru mótmælendur kannski sem börðust fyrir því að fatlaður drengur fékk að vera hér áfram eða allavega höldu við. Til dæmis það. Skila árangri. Og bara nýliðin mótmæli til dæmis vegna Gaza og fleira að það okkur fannst þetta mjög við eigandi að hafa hérna málþingum þetta efni. Já, út af þessum fjölbreytilegu mótmælum sem hafa verið út af Palestínu og Gaza. En hvað Mannréttindaskrifstofa, þetta ekki Mannréttindastofnun sem fer mikið í taugarnar á mörgum stjórnmálamönnum í dag? Nei, sko þannig að Mannréttindaskrifstofan, hún var stofnuð 1994. Upphaflega voru 9 félagasamtök sem stóðu að stofnuninni og ástæðan fyrir því var í rauninni að Sameinuðu þjóðirnar gera kröfu innlenda mannréttindastofnun, sjálfstæða stofnun og Ísland hafði ekki sett slíka stofnun upp þannig að þessi samtök tóku sér saman og nú erum við búin að vera í 30 ár í rauninni að berjast fyrir því að verði sett upp sjálfstæð innlend mannréttindastofnun. Og það hefur tekist. Og nú hillir undir það. Þótt hún sé ekki byrjuð. Nei, þó hún sé ekki. Og hvað verður þá Mannréttindaskrifstofuna ykkar? Já, þá í rauninni höfum við lokið okkar hlutverki því að við höfum verið að starfa og erum með samning við forsætisráðuneytið að starfa samkvæmt Parísar viðmiðum Sameinuðu þjóðanna þessar stofnanir. En við gátum í rauninni ekki gegnt því hlutverki af því að slík stofnun þarf að vera sett á stofn með lögum og hún þarf að vera algjörlega sjálfstæð. En við erum auðvitað bara frjáls félagsamtök sem eru með 17 aðilda félög. Þar á meðal Amnesty til dæmis. Þannig að það ástæðan fyrir því í rauninni að voru sett lögum innlenda mannréttindastofnun. En Anna, þú fjallar hvað? Rétti til að mótmæla og... Já, ég ætla að fjalla borgaralega óhlýðni sem er vissulega undir réttinu til að mótmæla. Fyrirlesturinn minn ber heitið Við óhlýðnumst öll og ég ætla svona að fara aðeins yfir hvað borgaralega óhlýðni felur í sér, hvað hún þýðir, hvað ber hafa í huga þegar fólk stundar borgaralega óhlýðni. Líka kannski svona aðeins að fara yfir svona einhver sögulega áfanga í borgaralega óhlýðni því að það mér hefur sýnst að fólk sem hefur stunda borgaralega óhlýðni svona í sögunni, við getum tekið Martin Luther King, við getum tekið Rosa Parks sem neitaði að standa upp í strætó fyrir hvítum manni, var handtekinn í kjölfarið á því og var svona sprettan kannski að ákveðinni mótmæla öldu í Bandaríkjunum til þess að krefjast réttinda fyrir svart fólk. Að í dag alla jafna mikil virðing borin fyrir þessu fólki og það litið til þessa fólks sem að þau hafi náð ákveðnum árangri í að gera samfélagið okkar betra. En á sama tíma, og við berum virðingu fyrir þeim sem hafa stunda borgaralega óhlýðni í sögulegu samhengi, að þá kannski orðræðan aðeins önnur þá sem eru að stunda borgaralega óhlýðni í dag. Og finnst þér þrengjast að það sé verið að skilgreina mótmæli sem það sé verið að grafa undan samfélaginu, það sem að kannski í eðlilegri skilgreiningu ættu að líta á mótmæli væri það að byggja upp gott samfélag?
Já, sko, ég vil gera alveg skýran greinamun á bara svona hefðbundum mótmæli þar sem að engin lög eru brotin og það bara er í rauninni svona friðsamlegar beinar aðgerðir. Það geta verið bréfaskriftir til yfirvalda, það geta verið samkomið þar sem bara fólk kemur saman og með friðsamlegum hætti er að kalla eftir einhverjum breytingum. Borgaraleg óhlýðni, það felur í sér einhver lög eru brotin og þau eru brotin af samvisku ástæðum og þau eru brotin til þess að ná fram samfélagslegum breytingum. Og lögin sem eru brotin, þetta er svona, já, þetta felur eiginlega tvennt í sér. Þú getur annars vegar brotið lög sem eru í eðli sínu ómannúðleg eða brjóta á mannréttindi fólks. Og þá ertu í raun að brjóta þau lög til þess að sýna fram á óréttmæti þeirra eins og Rosa Parks gerði í strætisvagninum. Og ég veit ekki íslensk dæmi sem að kannski er ekki jafn svona lituð jafn miklu svona ljóma í sögunni að þegar Davíð Skeving Thorsteinsson keypti bjór. Já, til dæmis. Þegar það voru menn sem að fóru og reru sér til fiskjar gegn kvótakjörinu og voru handteknir þegar komið upp. Já, og svo er það þegar að lög eru brotin sem að í eðli sínu brjóta ekki að mannréttindi fólks og það getur þá verið einmitt að trufla einhverja starfsemi, það getur verið að vera með setumótmæli, loka vegum. Trufla það ráðherra geti keyrt að og frá ríkisstjórnarfundum? Já, þannig að þá er verið að brjóta lög sem að svona í alla jafna þá bara samþykkjum við að þessi lög séu sanngjörn og réttmæt en þau eru samt sem áður brotin til þess að ná athygli ráðafólks, fjölmiðla og þannig að ákall hópsins verður hærra og sýnilegra og nær til eira stærri hóps. Ég spurði þetta svona hvaða mynd við höfum í sögunni og svo hvernig er orðræðan í dag hvort þú væri orðin svona harðari meðal annars út af mótmælum við ríkisstjórnarfundinn við Lindagötu. Það var svolítið fréttaflutningur þannig að meiddi sig einhver en það var ekki sagt frá því fyrir en seinna að það var ráðherrabílstjóri sem keyrði á mótmælenda og svo voru náttúrulega lögreglan að meiða mótmælendur. Það líka kannast við að þegar var kastað snjóbolta í bíl þingmanns, þá var það litið eins og að mótmælin fyrir utan þinghúsið út af Palestínu var að fara úr böndunum, þannig það er svona stemming svolítið. Já, ég held að það sé líka mjög mikilvægt að gera síðan aftur þennan greinamun á friðsamlegum mótmælum sem eru varin af alþjóðlegum mannréttindalögum, að meðan ofbeldi er ekki beitt heldur þá teljast þau friðsamleg. Það sem ég fannst áhugavert í kjölfarið á mótmælum þarna í Skuggasundi, þar sem að ríkisstjórnar fundi var truflaður eða fólk svona heft för, að það var orðræðan sem fór þarna fram strax á eftir að ráðherra stigu fram og sögðu að þau teldu mótmæli ekki lengur friðsamleg þegar það væri farið að brjóta lög. Og það er ekki Amnesty skilgreining og ekki okkar skilgreining á því hvað telst friðsamleg mótmæli. Þarna var einhver ofbeldi beitt, mótmælendur voru ekki beita ofbeldi og þar að leiðandi teljast mótmælin áfram friðsamleg. En þau voru vissulega farin í það að teljast til borgaraleg óhlýðni og borgaraleg óhlýðni er einnig varin í mannréttindasamningum. Mótmælastaðan á mánudaginn fyrir utan, nú er ríkisstjórnarfundirnir komnir í neðst á Hverfisgötuna, að þá stóðu mótmælendur fyrir þannig að teftu umferð og strætó fóru að ganga bara aðra leiðir og ég sá ekki betur en að allir beygðu sig undir rétt fólks til þess að mótmæla þótt að verði eitthvað tímabundi rask á þeim ástæðum. Já, það var virðist vera svona, ég hef bara fylgst með þessum mótmælum í gegnum fjölmiðlaflutning. Mér fannst eins og þarna hefði verið komin einhver auka skilningur á því hvað var að fara fram og réttindi þessa hóps til þessa mótmæla og til þessa trufla. Því að mótmæli og borgaraleg óhlýðni sérstaklega, hún er gerð til þess að trufla og stuða jafnvel og valda röskun og aftur, hún er vernduð. Þannig að yfirvöld og almenningur verður í rauninni bara að sætta sig við þessa röskun sem getur orðið þegar borgaraleg óhlýðni er stunduð. Kannski var ríkisstjórnin sáttari við vegna þess að hún var að reyna að lenda málinu í einhverju svona sátt við kröfur mótmælenda á þessu tíma, öfugt við það sem að gerist í Skuggasundinu þar sem að ríkisstjórnin hafði engan áhuga á því að beygja sig undir kröfur mótmælenda. Það getur verið að sé mismunandi hvernig tekið á mótmælendum. En Óla Páll, hvað ætlar þú að fjalla um?
Ég ætla líka að fjalla borgaralega óhlýðni og svolítið svona byrja aðeins í sögunni, fara vestur haf og helst upp á Henry David Thoreau sem að var svona kannski upphafsmaður orðræðunnar borgaralega óhlýðni. Hann sem sagt hann sem sagt að skrifa þarna eða að halda sína fyrirlestra svona miðja 19. öldina og hann sem þessi afskaplega ljúfi og friðsami maður, hann var settur í fangelsi fyrir að neita að borga skatt og ástæðan fyrir því hann vildi ekki borga skatt var að Bandaríkin stóðu þá í stríði og voru að innlima hluta af Mexíkó og búa til þá nýtt ríki í Suðurríkjunum sem var þá þar með líka þrælaríki. Þannig að hann var bæði á móti stríðsrekstri og hann var á móti þrælahaldi og hann sem sagt neitar þá að borga ákveðin skatt. Sagði þessu félaginu og neitaði að borga félagsskuld? Já, hann neitaði að borga félagsskuld sem að segja af því félagi var stóði í stríði og hann sem sagt þetta nú eiginlega svolítið svona skemmtileg saga því að hann er svona frægur fyrir kannski tvennt í dag. Hann er annars vegar frægur fyrir að skrifa stóra bók sem heitir Walden eða Lífið í skóginum og svo hins vegar fyrir að hafa skrifað þessa grein eða haldið þetta erind og skrifa grein sem er núna yfirleitt bara kölluð borgaralega óhlýðni. Og hann flytur út í skóg á sínu tíma, þar í 2 ár, 2 mánuði og 2 daga. Og hann segir að hann vildi gera það til að lifa af ráðnum hug, ekki bara einhvern veginn að berast með straumnum. Og það er einmitt á þessum tímabili þar sem hann í skóginu sem hann er stungið í fangelsið fyrir að borga ekki skattinn. En síðan þegar hann kemur aftur úr skóginu og inn í samfélagi þá vill hann líka lifa af ráðnum hug sem borgari. Og þess vegna fer hann heldur hann fyrirlestra þetta og er sem sagt og svona hvað var að segja formúlerar þessa hugmynd með svona mjög skýrum hætti að sem sagt frjálsborgari þá getur maður þurft að ganga gegn hinu borgaralega yfirvaldi en maður geti hins vegar aldrei gert það öðruvísi en í samræmi við þau lýðræðislegu gildi sem liggja hinu lýðræðislega samfélagi til grundvallar. Þannig þess vegna getur borgaralega óhlýðni aldrei verið ofbeldisfull. Það er algjört grundvallaratriði. Og þetta eru þá líka þegar maður eins og hann skilur þetta og ég held að sé rétt að skilja það þetta er ekki bara hvaða mótmæli sem þetta eru borgaralega óhlýðni, það er að segja sem borgarar, það er að segja sem einstaklingar sem bera ábyrgð á stjórn ríkisins. Þá mótmælum við því hvernig ríkið gengur fram. Og hann segir eitthvað sem svo að ef við gerum það ekki, ef við bara þá erum við rauninni að samþykkja það sem ríkisvaldi gerir. Ef við búum í einhvers konar lýðræðisríki, ekki undir konungi eða keisara eða einræðisherra, þá berum við ábyrgð á stjórn ríkisins. Og ef við erum ekki sátt, þá verðum við að láta það í ljósi opinberlega á friðsaman hátt algjörlega og það getur þá falið í sér að brjóta lögin. En þetta er ekki skilyrðislaus undirgefnum að vera borgari í einhverju ríki og beygja sig undir allt sem það gerir. Þetta tekur maður ákvörðun á því bara frá degi til dags og sem maður sætti sig við þá stefnu sem ríkið er að fara og telur að maður sjálfur geti metið það hvort að það sé í takt við það sem að var stemt eða ég veit ekki hvernig þetta orða. Já, hann náttúrulega svo sem segir líka, við getum ekki endilega upprætt allt ranglæti sem við verum vitni að. Og við erum bara fólk að fást við alls konar hluti í sínu lífi. En við verðum að þá láta í ljósi afstöðu okkar þegar að svona í grundvallar, þegar grundvallarmál er að ræða. Og ég myndi segja til dæmis að þegar svona mannréttindabrót er að ræða þá er það augljóslega svona grundvallar mál fyrir lýðræðislegt samfélag. Við
lýðræðislega samfélagi er reist á sem sagt, grundvelli réttaríkisins. En þau krafum borgarlega skyldur miklar að þú eiginlega frammi fyrir óréttlæti að þá máttu og liggur við berðir að bregðast við. Já, hann sagði náttúrulega sko eitthvað sem svo að hérna eini staðurinn þar sem að heiðarleg manneskja gat haldið sjálfsvirðingu sinni óskertri í Massachusetts á þessum tíma, hann bjó í litlu þorpi í Massachusetts, það var í fangelsinu sko. Það er að segja annars hérna á meðal þeirra sem eru bornir mestu órétti eða já, sko, af því að ríkið í rauninni vegna þess að það gengur það svona fram gegn grundvallar gildum hins lýðræðislega samfélags sem stendur í stríði, stendur fyrir þrælahaldi, að þá er eina leiðin til þess að halda virðingu sinni sem borgari, og hann myndi líka segja sem manneski, en það er mikilvægt í þessu sammengi að það er sem borgari, það er að styðja ekki við þetta, fara með beinum hætti gegn þessum athöfnum ríkisins, og sem þýðir þá að maður brýtur lög og maður er þá bara settur í fangils og þá bara tekur maður því. Maður er ekkert að pukrast með það, maður er ekkert að reyna að flýja af hólmi. Og ekki væl yfir því? Ekkert væl, maður bara sáttu við að geta haldið virðingu sinni sem borgari. En það er stundum menn og fólk sótt í söguna og þá er oft spurt sko hver væri afstæð hans í dag? Stöndum við frammi fyrir einhverjum slíkum átökum í dag eða er ríkið okkar á svo afvegaleitt að það megi nota þau rök sem hann var með, þar sem hann var að tala ríki sem var í stríði og viðurkenndi þrælahald, eign eins manns á öðrum. Já, ég meina... Er þetta of drastík stæmi til að þetta flytja hann yfir í nútímann? Nei, ég held ekki. Við náttúrulega höfum reynt að formúlera hérna svona grundvallar gildi í lýðræðislegra samfélag til dæmis, og við erum með mannréttindasáttmálann og við erum með barnasáttmálann, og bara þetta nýlega dæmi sem við töluðum áðan, að það er augljóst að það fer í gegn barnasáttmálanum, þannig að það er hérna, við erum að fara gegn grundvallar gildum hins lýðræðislega samfélags. Það gera stjórnvöld bara mjög reglulega að segja eitthvað sem svo já, það má vel vera að við erum að stefna þangað og svona, en við bara eigum ekki efnaði alveg strax og þess vegna bara gildir þetta ekki, því að það er buddan sem ræður, Ólafur minn. Já, en hérna það er nóg í buddin ef við erum bara aðeins nægjur samari sko. Herðu Margrét, það er ekki ástæðis að þið veljið þetta sem umfjöldunarefni? Nei, alls ekki. Hvað er það í nútímanum sem að kallar á? Er það vegna þess að hefur grunum að sé svona minni borgarleg virkni almennings? Það er náttúrulega margsins verið talað það að við setjum lýðræðið okkar í hættu með bara minni virkni almennings í verkalýðshreyfingu, í almennum félagasamtökum, í stjórnmálastarfi og öðru slíku, þannig að það er ekki hægt að halda opnu, sterku, lýðræðislegu samfélagi nema með þátttöku almennings og meðal annars með því að grípa til mótmæla annars slíkt. Er hugsunin sú að almenningur mætti vera virkari? Já, jú, tvímælalaust er hugsunin sú og líka bara það að hvað er mikið að gerast núna í heiminum og hvað margt hefur komið upp á og það er alltaf þannig að þegar ástandið er erfitt, og nú er ég að tala sko loftslagsbreytingar, ég er að tala ófríð og svo framvegis og bara mikið bakslag svona til, hvað getur sagt, til hægri bara í heiminum öllum að þá reynir svo mikið á mannréttindum og virðingu mannréttinda og virðingu fyrir mannréttindum og mér svona nú tala ég bara út frá sjálfum mér að mín tilfinning er eins og við höfum sofið svolítið á verðinum, við höfum verið svo makindaleg og þetta er allt komið og það vita nú allir hvað mannréttindi eru og svo framvegis, en það er bara alls ekki þannig og akkurat varðandi sko lýðræðið að mér, nú er ég nú ekki kannski með það mikla innsýn inn í sko grunnskólakerfi og svo framvegis en bara að
kenna ungu fólki hvað lýðræði að það viti hvað felst í því og ég svolítið hrædd að fólk sko ég sé ekki almennilega gera sig grein fyrir þeirra ábyrgð og hlutverk til þess að viðhalda lýðræðinu í raunni sem að mínum að nú það svona besta stjórnarformið þó að það hafi galla líka sem að við höfum. En ekki oftast bara haldið að fólki og börnum líka að lýðræði að kjósa? Það talaði í forsetakosninga að það verið mikið lýðræðisvisla. Já, akkurat. En þá þetta ekki farið dýpra í það og fólk átta sig ekki almennilega á því sko og ég hef alveg svo að verðum bara eins og aðrir að við verðum alltaf að viðhalda lýðræðinu, við verðum að standa vörðum lýðræðið og öll réttindi. Þannig að þess vegna finnst mér og líka bara nýliðnir atburðir eins og bara mótmælin sem voru að nefna svona að þetta bara mjög mikilvægt að færa þetta upp yfirborðið, fjalla það, fá fólk til umhugsunar og í sumum svona ég hef alveg heyrt orðræðu eins og það að mótmæla sé bara, þetta einhverju hverfulandar og villsingar og svo framvegis og hvers vegna vera að mótmæla og það ági og svo líka svona þessi skautun við þið og svo framvegis. Þetta einn liður í því að þetta svona viðleitni til þess að vekja fólk til umhugsunar. Alveg tímanlaust. Það þurfi virka þáttöku almennings til þess að viðhalda. Já, algjörlega. Og að það skilji hvaða ábyrgð það ber og hvaða lýðræði felur í sér. Og við viljum ekki fara yfir í eitthvað annað og verra. Svo maður kannski heldur áfram með Þóró að þá það sem maður velti fyrir sig þegar maður að ganga eitthvað niður frá Hallgrímskirkju eða frá Hlemmi út af í þessum palestínumótmælum, þá það fólkið sem að þú nefnir að sé verið að reyna að segja sig svona hverulandar eða eitthvað svona. Það fólk sem miðað við kannanir að halda málstað sem hefur mikinn meirihlutastuðning meðal almennings, með sömu kröfur og alþjóðadómstóllinn það að verði stoppað átökin og að fullyrðir að þarna séu þjóðarmorð í gangi sem alþjóðadómstóllinn segir að sé líklegt. Og þetta mjög, hvert fólk til þess að pröfa að gera þetta, að labba sér meðal mótmælenda. Það sem að mótmælendin reyna að halda fram því sem að maður myndi telja væri svona grundvallaratriði samfélagsins okkar, á meðan að stjórnvöldur ekki gera það. Akkurat. Þetta líka kannski að koma inn á að Íslandsdeild Amnesty International var 50 ára núna síðastliðna helgi, heldum stóra afmælishelgi og þar kom Agnes Kalamard sem aðal framkvæmdastjóri Amnesty International frá London og hélt ræðu í Norræna húsinu þar sem að Íslandsdeildin var einmitt stofnuð fyrir 50 árum á föstudaginn og hún ræddi það og sýndi vitnaði í skýrslu sem að sýna fram á það að staða lýðræðis í heiminum í dag það bil eins og hún var við fall Berlínarmúrsins. Þannig að þáttaka í lýðræðislegum ákvörðunum og umræðu jafn mikil og jafn heft og jafn auðveld eða jafn erfið eftir hvernig við horfum á það eins og var í kringu 1989. Og þetta auðvitað mjög alvarleg staða við sem að fara aftur og bak í lýðræðislegri þróun og lýðræðislegri þáttöku. Og ég held að svona þegar ég sit auðvitað hérna sem framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty og ég hugsa bara að því miður rosaleg þörf fyrir samtök eins og Amnesty International í dag og bara alls ekkert síður en þegar samtöki voru stofnuð á svona í algjörlega upphafi út í London en þannig að bara það er svo rosalega mikilvægt að fara inn með mannréttindafræðslu ekki bara til nemenda heldur líka kennara í skólunum. Það er svo mikilvægt að koma þessari mannréttindahugsun og hugmynd að snemma hjá börnum þannig að hvort sem að þau verið síðan aktivistar eða aðgerðarsinnir eða þáttakendur í starfinu eða ekki en að seinna meira þá verður þetta fullorðnir einstaklingar sem vita hvað þetta þýðir og vita hvað er mikilvægt að standa vörð mannréttindi alltaf, ekki bara á tyllidögum, heldur alltaf og í öllum sviðum mannlífsins. Þannig að mér finnst þetta bara svo áhugavert að þú varst að tala um stöðu lýðræðis þannig að ég vildi endilega fá að koma þess að.
Og þá var líklega skólinn að vera lýðræðislegt samfélag. Já, alveg. Ég veit ekki. Skólinn þarf að grípa allt sem aflaga fer í samfélaginu. Nei, ég veit ekki að vera það í sjálfur sér þar hann að vera lýðræðislegt samfélag. En það svolítið athyglisvert að því nú erum við að tala hér mjög eðlilega finnst mér að svona lýðræði og mannréttindi nánast í sama orðinu. En það hins vegar mjög athyglisvert að 1974 þá er lýðræði gert að, ef svo maður segir, bara megin markmiði skólakerfisins og það bara mjög veigamikið stefnu atriði. Það er skrifað inn í lögin, það er útfært í aðalnámskrá og síðan er farið að vinna að breyttum kennsluháttum og námsmæti og allt með þetta að leiðarljósi. En það er ekki minnst á mannréttindi. Og það er ekki fyrir en með aðalnámskránu 2011 sem að mannréttindi verða að einhverjum svona megin atriði í íslenskri aðalnámskrá. Þá með grunnþættinum lýðræði og mannréttindi. Fram að því voru mannréttindi algjört aukaatriði. Bara svona smáatriði sem er tekið fyrir í einhvers staðar í samfélagsgreinum og kannski einhvers staðar í, veit ekki hvað, lífsleikni eða eitthvað. En bara eitt af 1000 viðfangsefnum. Þannig að mannréttindi eiga sér sem svona eitthvað svona megin viðfangsefni mjög stutta sögu í íslensku skólakerfi sem og það er mjög athyglisvert að bera saman þessa sögu. Sögu annars vegar lýðræðis og hins vegar mannréttinda. Margrét, þú nefndir að vera svona hægri bylgja og það er nú hægt að sjá það í kosningúrslitum allavega í Evrópu þó að kannski hún sé kannski mætti alveg halda því fram að hún var eiginlega síður núna heldur en fyrir nokkru árum því að núna það sem við erum að horfa á í kosningúrslitum það flutningu frá klassískum hægri flokkum, hefðbundnari hægri flokkum eftirstríðsárana yfir til nýhægrisins. Það er ekki víða hægt að sjá eitthvað straum frá vinstri til hægri eða yfir miðjuna. Og þetta breytir náttúrulega valdastöðunni hægra megin að það eru svona flokkar sem hafa verið kallaðir populískir flokkar sem að ná stöðunni. En að þú sagðir svona það sem hefur náttúrulega líka verið að gerast kannski á síðustu áratugum það að opinber umræða hefur færst yfir á svona vettvang sem er í eigu oft hinna ríku. Við þekkjum það bara í íslenskum blöðum að það er ekki svo langt síðan að voru alls konar félagasamtök sem voru stjórnmálaflokkar sem áttu blöð og það var ég vel hægt að fara rök fyrir því að Ríkisútvarpið hafi verið sjálfstæðara svona frá stjórnvöldum og eiga átt til að vera gagnrýnið það bara fyrir 20-30 árum síðan en við sjáum þetta sama við sjáum BBC veigaminna og það er miklu hægri sinnaðar heldur nokkuð tíma verið. Er afstaða almennings að færa til hægri eða hefur hægri bara ná tökum á umræðunni og umfjölluninni? Já, þetta er góð spurning. Ég held að sé nú svolítið til í því eins og segir bara að með fjölmiðlana að nú erum við með auðvitað svo marga og margvíslega fjölmiðla og þeir boða sitt hvað og svo framvegis og byggja oft á eins og nú vinsælt að segja núna fake news og svo, og það er svona svo erfitt oft fyrir fólk að átta sig á í rauninni hvað er rétt og hvað ekki og það sem að mér finnst vera mjög mikilvægt það er að kenna fólki bara eins og í skólum að kenna fjölmiðla læsi að fólk átti sig á og bara hugsa og þá komum við bara alltaf aftur að þessari gagnrýnu hugsun að fólk hugsi gagnrýnið að það sama hvað það horfir á að það taki því með gagnrýnum huga og gangi svo sjálft í rauninni í það að reyna að finna út hvað er rétt og hvað ekki og það er örugglega rosalega erfitt, ég meina það dynur yfir fólk alla daga, það er rosa mikið að vera í samfélaginu og svo framvegis, en það bætir aldrei þegar að stórir og sterkir fjölmiðlar eru í höndum ákveðina hagsmunahópa sem að sjálfsögðu viðhafa þá ákveðin áróður og ef að ekki öðrum sjónarmiðum ekki öðrum sjónarmiðum og svona mistúlka sjónarmið og ala á ótta líka, það nú bara því ég nefndi áðan ástandi í heiminum, að nú er þetta aukinn fólksflótti víðum heim undan alls konar átökum og loftslagsbreytingum og svo framvegis og
og mér hefur fundist svolítið mikið verið af því svona á Vesturlöndum að ala á ótta fólks við flóttafólk til dæmis og þá það notað svona sem einhvers konar tæki til þá að ná fram breytingu sem einhver öll telja æskileg og þess vegna svo mikilvægt þetta. Ég var annað að tala að bara allir vissi hvað lýðræði væri og kenna fólki lýðræði og ekki síður að fólk geti nota fjölmiðla, að það sé virkilega læst á fjölmiðla. Það mjög mikilvægur þáttur líka alveg tvímælalaust. Svolítið bara mjög ókvæmlega þróun auðvitað með gervigreindinni. Og það svona deepfake, ég veit nú ekki alveg hvað þetta kallað á íslensku. Það sem að þú hreinlega horfir á myndefni og það virðist einhver vera að segja þetta en það allt sama gert með gervigreind og einhverjum tölvuforritum. Þannig að það farið að vera mjög erfitt að treysta því sem að við sjáum á skjánum. Og ég held en það ekki bara kostur í lýðræðslegu samfélagi að við séum svolítið skeptísk á það sem við haldið fram og við kunnum að deila ólíka skoðanir og afstöðu. Það ekki svo við munum bara öll sameiginlega að finna einhverja eina línu og vera sátt við hana. Nei, en þegar það hægt að búa til ósannindi og búa til í rauninni bara leikrit það að einhver sé að halda einhverju fram og það ekki viðkomandi sem að halda þessu fram þá þetta ekki farið að vera eitthvað að vera í gagnrýnni umræðu, þetta heldur það að vera að búa til ósannindi og leikrit þannig að og halda fram bara hreinlega röngum upplýsingum með röngum staðrindum eins og svo sem var gert kannski, við getum ekki dæmi bara sósíalistum á síðustu öld. Það var sagt að þeir væru ekki að berjast fyrir hagsmunum verkafólks og tekjulágra. Heldur væru þeir handbendi erlends afls sem væri að grafa undan íslensku samfélagi. Já, auðvitað hefur kannski verið lengi vel. Þetta lifi ennþá. Já, það hefur auðvitað alltaf verið hægt að segja ykkur annars í að segja eitthvað ósannindi þess að en þetta orðið verra núna, meira sannfærandi af því að tæknin orðin þetta góð. Þannig ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að varast og vera vakandi með hvernig verið að blekkja fólk í fjölmiðlum og í allir þessum samfélagsmiðlum og svo auðvitað eins og þú segir Margrét með óttastjórnun, ég held að það sé fátt sem að heldur fólki betra á mottunni heldur en ef það óttast eitthvað, óttast í það ókunnuga þannig að ég held að ábyrgð ríkisvaldsins svo mikil og ég held stundum veit ég ekki hvort þau átti sig á því hversu mikil hún eða þau notfæra sér það hvað þau bera mikla ábyrgð og hvað orðin þeirra hafa mikið vægi í samfélagslegri umræðu. Ég sé að nefna þetta að sé verið að mála upp að þessi ógn af innflytjendum. Ég sé enga þætti íslensk ríkisvalds reyna að mæta því með einhverjum betri upplýsingum og ég myndi halda það að væri bara háskólinn væri alveg á yfirsnúningi og Hagstofan og fleira við að dæla inn upplýsingum inn í samfélagi til þess að væri þetta draga saman einhverja raunverulega tölur. Móta sér eðlilega skoðun í staðin fyrir að vera alltaf að hlusta á einhverja menn sem ekki þekki þetta og starfi ekki nálægt þessu og vita lítið þetta, vera fullyrða að eitthvað svona sé þetta í Svíþjóð og þeir hafa eins og lesið á netinu og svona sem bara veður yfir alla umræðu. Já, við sjáum það er oft verið að miða íslensk lög eða svona oft sagt að við ætlum að samræma okkur við Norðurlöndin en það kemur kannski aldrei fram hvaða lög og það svona eins og við séum að reyna að taka neðsta samnefnarann úr öllum Norðurlöndunum. Svipað var gert þegar skattar voru lækkar og efna fólk. Já, og við ætlum að vera bara með neðsta samnefnarann allra Norðurlöndum í útlendingalögum og státa okkur svo af því að við getum borið okkur sama við nákvæmlega. En ég sé enga ríkisstofnun bregðast við þessu. Nei, kannski Já, við erum auðvitað, Mannréttindaskrifstofnun er ekki ríkisstofnun en svo það málið að það eru ýmsar upplýsingar aðgengilegar varðandi ýmislegt eins og að tölum bara þá mýtu að innflytjendur sé fremji mun fleiri afbrot heldur en Íslandingar og svo framvegis. Þetta alltaf hrækið, Já, svo koma áskýrslur ríkislögreglustjóra sem segja að innflytjendur séu miklu löghlýðnari og Pólverjar séu löghlýðnastir allra. Þannig að það eru til ýmsar upplýsingar sem að hrekja alveg þessar fullyrðingar. En svo líka eins og það sé bara ekkert hlustað á það.
og það finnst mér líka alveg magnað og það finnst mér hafa líka færist í vöxt síðust ár, bæði hér á landi og erlendis, að það er bara slegið fram einhverju sem svo augljóslega rangt. Það bara getur ekki, ég nefni bara sem dæmi þegar Trump segir þegar hann settur í embætti, það var aldrei verið annar eins fólksfjöldi viðstaddur eins og þegar ég var settur í embætti og svo var sýnt yfir hópinn og það var bara einhver svona smáhópur, svona miðað við það sem hefur verið hingað til. En þessi slegið fram og alveg fjöldi fólks tekur þessu sem heilugum sannleik og þetta sem ég er að meina, það er eins og að fólk láti bara mata sig endalaust, kannski af því að því hefur ekki verið kennt nógu vel að lesa á fjölmiðla eða bara þeir koma kannski svolítið aftan að okkur og þeir eru svo margir og allsstaðar aðgengilegir og svo framvegis. En þetta er ákveðið bara vandamál og ég segi líka bara aftur að við höfum örugglega verið of værukær og við erum auðvitað núna að reyna að bregðast við og vonandi gengur það. Þetta hefur kannski ekkert breyst, kannski var Þóró í skóginum að lesa blöðin, þar sem hann var talað um að þetta veri heilagt stríð til berjast fyrir bara tilveru rétti Bandaríkjanna og þess vegna bæri öllum sönnum Bandaríkjamönnum að styðja þetta stríð, alveg eins og við heyrum í dag að við erum að styðja stríð og það er alltaf heilagt stríð. Já, öll stríð eru heilug stríð, og öll stríð eru frelsisstríð. Það er ekkert síður ríkisvaldið sem heldur fram rangindum. Já, og þess vegna er nauðsynlegt að geta risið upp gegn ríkisvaldinu og það getur verið borgaraleg skylda okkar akkúrat. En ég held að þetta með vandinn við falsfréttirnar og það allt saman, hann er ekki nýr en hann er ýktari núna en hann oft áður og málið er ekki að markmið þeirra sem eru svona iðnastir við kólan í falsfréttunum er ekki að koma fram einhverjum villandi upplýsingum, heldur í rauninni bara grafa undan sannleikanum. Þannig að hugmyndin sannleika sé bara einhvern veginn ónýtt. Og Orwell skrifar þetta og Hannah Arendt skrifar þetta og ég held að þetta sé mjög mikilvægt ef hugmyndin að eitthvað sé satt er allt í einu orðin einhvern veginn komin á flot þá er hægt að halda hverju sem er fram og þá er ekki hægt að hrekja neitt og það er auðvitað sjáið það sem Trump gerir að hann heldur bara fram einhverju vitleysu og hann veit alveg að hann er ekkert að fara endilega að sannfæra fólk það en markmið er bara einhvern veginn að eyðileggja sannleikann en við sjáum þetta líka, við séum þetta alveg í okkar umræðu hér á Íslandi og það er til mjög góð bók sem að ég mæli með hvern sem heitir Sögukennslu skammdegið þar sem farið yfir umfjöllun í fjölmiðlum og á Alþingi deilur menntamál sem voru hér 83 til 84. Það var frá eitthvað nóvember og fram í febrúar. Og það var endalaust verið að leiðrétta, hreina staðreyndavillur. Og það var bara brugðist við því með því að halda þeim fram aftur og aftur. Og þannig að þessi vandi er ekki nýr en hann er ýktari núna. En við ræddum hvernig stytting framhaldsskólans var komið á. Og það var þannig að fyrst var tillagan lögð fram og hún var gagnrýnd harðlega og hlegin út af borðinu. Svo kom hún bara aftur fram og þá var líka andstæð en aðeins veikari og svo kom hún aftur fram og það bara rann hún í gegn. Þannig það var ekkert sem að tók tilliti til ábendinga hvað væri að. Við vorum síðasta fundi Seðlabankastjóra og hélt fram að vaxtahækkanir kæmi ekki við heimilin í landinu. Ég held allir sem hlustuðu á það og sáu að þetta væri bara þvæla. Við hlustum á stjórnvöld segja það að við höfum aldrei haft það betra. Að hér séu hæstu laun í Evrópu. Svo heyrum við líka að hér séu hæstu vextir. Hæstu skattar í Evrópu og þá líklega til þess að megi ekki hækka skatta á fjármagn og fyrirtæki. En það veit allir að þetta er ekki rétt. Já, og svo komur orkuskortur líka. Það er þessi orkuskortur, þannig að það er eiginlega Trump er allsstaðar. Já, en þú veist, og þá getum við spurt hvað er til ráða og ég held að eitt af því sem tengist bæði lýðræðinu og mannréttindunum það er almannarýmið held ég, skiptir mjög miklu máli og við erum að standa vörð það
og ég held að þessi að vissan hátt verið að þrengja mikið að almannarýminu. Það er að segja hvað líklegast til þess að fá mann til dæmis að skipta skoðun á segjum á fólki sem lítur öðruvís út, með annan húðlit eða eitthvað. Það er bara að hitta það. Og veist, ef maður bara horfir í augun á svartri manneski og bara allt í einu sér maður að hún bara horfir tilbaka og brosir og ég man það var svolítið skemmtileg saga af því þegar Einar Olgeirsson kom einhvern tímann í heimsókn á Strandir, afi minn var eini kommunistinn þarna en hann langaði til að fara út í eyjar og skoða æðarvarp. Hann hafði aldrei séð slíkt og það var bóndi sem lét til leiðast að flytja hann út í eyjuna sína og sína honum varpið, en hann var mjög hræddur að vera einn á báti með honum því að hann var náttúrulega bolséviki hættulegur maður og svo var þessi bóndi mjög hissa eftir á að þetta var bara virtist alls ekki vera mjög ofbeldisneigður maður en það er stöðugt verið að þrengja almannarýminu og mér skilst nú þegar við verið að ræða hér borgarlínuna áðan ef við veltum fyrir okkur hvernig okkar dagur við erum sífellt, við eigum okkar heimili og það er bara svona okkar prívat griðastaðu þar sem við hittum engan nema við bjóðum honum í heimsókn og við auðvitað veljum það fólk vanlega, það er vinir og fjölskylda. Svo förum við upp í bílinn okkar og keyrum til vinnu og vonandi rekast við ekki á neitt á leiðinni því að ef maður er á bíl þá veit maður einmitt ekki rekast á neitt og svo hittum við fólki í vinnunni og það er líka, við náttúrulega kannski veljum okkur vinnustað og einhver leiti vinnufélaga og svo þegar vinnunni er lokið þá kannski förum við í ræktin og setjum eitthvað í eyrun og hlaupum okkur sveitt á einhverju bretti og svo erum við komin heim. Þannig að kemur við í búðinu og ferðu á sjálfsafgreiðslukassa? Ferðu sjálfsafgreiðslukassan eða ef ég bara meira að segja pantað heim en jafnvel á afgreiðslukassanum þá eiginlega valla er nú hægt að segja að maður hitti manneskunni sem afgreiðir mann. Þannig að við erum ekki að taka þátt í samfélagslífi og þetta er aðeins öðruvísi ef maður fer á hjólinu sínu, ef ég hitt einhvern á leiðinu þá get ég bara stoppað, við erum ekki á það mikilli ferð og eitthvað svona og kunningi minn eitt sem varð fyrir því árið að bíllinn að spilaði, hann rakst á henni búð og hann segi, heyrðu ég bara aldrei áttum á því hvað er óhollt að vera á bíl en þá meinti hann félagslega en þegar leiðinni heim úr vinnunni þá hafði hann komið í bókabúð og þar hafði hann hitt einhvern og svo hann hitt einhvern annan, þannig að hann hafði hitt fullt af fólki Þannig að við erum svolítið að Þannig að það er í þessu samfélagi sem er að rakna upp. Já, við erum með mjög skipulegum hætti í nafni þæginda. Erum við hætt að hitta fólk. Ég held að félagssamtök, svona bara eins og Amnesty og önnur samtök sem að byggja svolítið á því að það sé þáttaka þess almenna borgara í unglingastarfi eða hvaða starfi sem er. Ég held að flest þessi samtök við sammælumst það að það verður sífellt erfiðar að ná til fólks og fá þau til að gefa tíman sinn. Við finnum það hjá Amnesty það við njótum gríðarlega mikils velvilja út í samfélaginu og mikill fjöldi sem að styður við okkur mánaðarlega með fjárframlögum og tiltölulega auðvelt að nálgast fólk til þess að fá það til þess að taka þátt í slíkum stuðningi en að fá fólk til að mæta, taka þátt og gefa tíma sinn það er mjög mikil áskorun í rauninni því að einhvern veginn því meiri þægindi sem við höfum í einrúmi er eins og það verði sífellt erfiðar að komast út fyrir þann ramma fólk bara einhvern veginn einangrast meira og vill bara meira vera eitt virðist vera. Kannski þetta benda á að þetta er besta sjálfstyrkingarnámskeið sem fólk getur farið í að taka þátt í félagsstörfum með öðrum að sameiginlegum markmiðum, spegla sjálfans í öðrum og deila baráttu huganum. Það er bara mæli með einhver laglu Fínt að fólk sé í leigjendasamtökunum Amnesty en það var líka ekki í kór. Já, ekki í kór, Herðu, takk fyrir komuna. Ráðstefnan, mannréttindaþingið, er á morgun á Hilton Hotel sem er gamla Hotel Asia fyrir þá sem eru gamlir og byrja kl. 1 á morgun á fimmtudaginn. Og þar verður auku ykkar, þá verður Davíð Þór Björgvinsson, prófessor með
fyrrverandi dómari við Mannréttindadómstólinn með erindi sem heitir Hvað er hatursorðræða? En síðan Margrét Pétursdóttir leiðsögumann með erindi sem heitir Þekkt eða óþekkt. Já. Hvað það? Já, Margrét nú reynda líka fyrrverandi formaður stjórnar Mannréttindaskrifstofunnar og þegar ég baði að flytja erindi þá sagði henni bara að mér langaði að fá hana til að koma og tala við okkur af því að hún hefði sýnt óþekkt. Hún hefur reynslu af borgaralegri óhlýðni. Þannig að ég hlakka mikið til að heyri henni. Óhlýðin og óþekkt. Já. Ok, herðu Margrét, Hanna og Ólafur Páll, kæra þakkir. Takk fyrir. Ég sitt hins vegar hérna áfram og ætla að fara svolítið aftur baki tímann til 1948. Það eru Ólympíuleikar í London. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Það eru nú komið að íþróttafréttum hérna, eða ekki beint íþróttafréttum. Það er samt íþróttafréttamaður hérna, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að bjóða mér. En ég er nú ekki sem til að segja okkur íþróttafréttir. Ekki nýjar allavega, þetta eru talsveit gamlar íþróttafréttir. Þú ert í sagnfræði. Já. Og sögufélagið var að gefa út bók eftir þig með harðfisk og hangikjöt að heiman, undirbúningur og þátttöku Íslands í Sumarólympíuleikunum í London árið 1948. Einmitt. Já. Þetta er líklega stofnun til ritgerð. Já, þetta er stofnun til BA-ritgerðin mín sem ég skilaði henn bara í fyrra. Ég fór í sagnfræðinám á gamalsaldri, tel mér nú ekkert vera nett sérstaklega gamlan, en svona þá fær maður ákveðið mikilvægsku brjálæði þegar maður er með fjölmiðla bakgrunn til 15 ára og reynir að fatta gefið út og líka svona kapsmála því að sögufélag sem hvað er stofnað 1902, hann er ekkert mörg bókaforlög á landinu sem eru eldri, allavega kannski Íslenska bókmyndafélagi og mjög virðulegt útgáfufyrirtæki. Akkurat, þannig að þá þótti mér svona smá keppnis að láta það gefa út íþróttarit því að þau hafa aldrei verið í því áður. En þegar þú kemur úr íþróttafréttamennsku yfir í sagnfræði, þá ertu þá íþróttasagfræðingur? Já, ég er að reyna að láta þetta vinna saman því ég er í fullu starfi áfram sem íþróttafréttamaður og hef alltaf verið, þannig að fyrst ég fór í fullt háskólan á meðfram því að það var svona að reyna að láta þetta vinna saman. Jú, ég er að klára meistaranám vonandi í vor. Hvað verður meistarritgerð? Ég er að móta það með leiðbeinandanum en það svona lítur út fyrir að ég ætla að taka samspil íþrótta og þjóðernishyggju á Íslandi á fyrrihluta 20. aldar. Já, ungmennafélögin. Já, og svona aðeins lengra taka svona landvinning á erlendri grundu, það er að segja þjóðarstoltið á bakvið íslenska sigra og hvernig Íslendingar koma fram fyrir hönd lands og þjóðar og svo bara hvernig fáninn er tákn í hinum ýmsu héraðsmótum og landsmótum hérna á Íslandi. Og hvernig sigrarnir eru alltaf endaleg sönnun það hvað íslenska eðli er sterkt og öflugt. Akkurat. En svo skilgreinir engin töpin þannig. Nei, ekki þannig, en það er svona mikið í orðræðinu og hvernig þingmenn töluðu þessum tíma, þá er alltaf talað að þetta íslenska fólk þurfa að vera land og þjóð til sóma og verðugir fulltrúar Íslands á erlendri grundu, þannig að það er svona orðræða meðal annars sem að ég mun skoða í því. En hún er ennþá bara ekki? Jú, þetta hefur verið sjálfsög ekkert breyst. Kannski ykkur að kenna íþróttafréttamönnum er þetta ekkert í lýsingunum svona? Jú, ég held að það eimi alveg af þessu og það er náttúrulega margt líka bara í þessu íþróttatalmáli í dag er ennþá verið að taka eitthvað svona eitthvað forn íslenska frasa sem er kannski búið að afbaka á einhvern hátt en menn eru ennþá að býta í skjaldarendur og eitthvað svoleiðis Og lúti gras, ég veit ekki hvað það var Bjarni Fel var alltaf með það. Já, stíga upp sagði einhver en ég var nú eins og skammaður fyrir það þegar ég sagði að einhver leikmaður væri að stíga upp að það væri bara frelsarinn sem að hefði stígið upp, aðrir gætu það nú ekki. Herðu, en þú valdir þarna að fjalla Sumarólympíuleikana í London 1948. Þarna Íslendingar höfðu farið áður.
Já, höfðu farið sem sagt 1908 þá fer Jóhannes á Borg og keppir í grísk-rómverskri glímu í London og tekur síðan með sér hóp manna til að sína íslensku glímuna og það var svona svolítið bara rembingur á þeim tíma að vera þar fulltrúar Íslands í London og gekk ágætlega. Og fá íslensku glímuna viðurkennda sem ólímpíugrein? Já, sem að tókst síðan náttúrulega ekki þrátt fyrir langa baráttu, en það er náttúrulega hvergi annars staðar stundaðin á Íslandi, en síðan aftur 1912 er farið í sambærilega ferð. Og svo einhvern veginn gerist ekkert fyrir en bara í Berlín á þessum frægu Hitlersleikum, þessari skrautsýningu 1936 og þá fer mjög fjölmennu flokkur og loksins komið tíma á það því að talandi þetta þjóðarstolt að bara frá 1918 að þá náttúrulega getum við komið fram sem sjálfstæð þjóð og lýðveldisríki stofnað fyrir 44 og þá er þetta 1918 fullveldi sem skiptir miklu í þessu en það er ekki fyrir í fyrsta sinn, þannig að 36. Og síðan náttúrulega bara skellur á seinni heimsstyrjöldinni, þannig að það líða 12 ára á milli, 36 og 48. Það var engir ólympíuleikar? Nei, þannig að þetta var svona, já, var nokkuð stórt fyrir íslensku þjóðina að vera að senda flokk á... Fyrstu sem að við erum sjálfstæð þjóð? Akkurat. Og hverju fóru? Þið þylja þá allir. Þetta voru 20 Íslendingar sem fóru, meira og minna... Hvað voru margir í sumar? Voru 4. 5. Okkur hefur hörnað? Já, náttúrulega mikið breyst í þessu líka. Við erum náttúrulega alltaf að bera saman epli og appelsínur þegar við erum að bera saman tíma. En 20 manns og ekki handboltalandslið, það er svolítið mikið? Það er mjög mikið, en þarna er í rauninni engin ólympíulámörk eins og við þekkjum í dag. Þarna er bara hver ólympíunefnd setur ákveðin viðmið og Íslendingar horfðu þarna til norrænu þjóðana hvernig viðmiðin voru þar og það er náttúrulega ekki hægt að fara að senda einhverja frjálsíþróttamenn eða sundfólk sem hafði ekkert þarna að gera, þannig að það var hort í eitthvað svoleiðis og það er ýmislegt skoðað að senda fótboltalið þessu ólympíuleika en á endanum var ákveðið að gera það ekki því þau töldu ekki nógu góða. Sundknattleikslið sem var líklega rétt, íslenska landslið á þessum árum var ekki gott í hópna. Nei, ég held að það sé alveg hárrétt og eins með sundknattleik, það hafði farið sundknattleikslið til Berlínar 36 og þeir skítöpu öllu leikjónu sínum, skoruðu 1 mark og það var fljótt slegið út á borðinu hérna fyrir 48. Og ekki til sóma? Nei, ekki þar, ég held að það sé alveg á hennu. En það fóru sannsagt þarna 12 sem að kepptu í frjálsíþróttum og 8 í sundi og þar af fyrstu konurnar sem keppa fyrir Íslands hönd á ólympíuleikum. Eða stelpurnar, það eru 14 og 15 ára gamlar. En einhverjir sem að við höfum lært síðan að meta sem afreksmenn sem að fóru þarna? Já. Áttu við eitthvað sjens? Við hefðum kannski átt sjens ef við höfum sendt Gunnar Húseby. En hann var bara í flöskuna á þessum tíma og virðist ekki hafa verið reynt mikið að ná honum á strik. Þannig að kannski var hann bara erfiður í samskiptum, ég þori ekki alveg að segja til það, en það virðist allavega ekki mikið hafa verið reynt að hjálpa honum á lappir á þessum tíma til þess að koma honum á ólympíuleikana. Kannski út af þessari hugmyndum að vera þjóðsögum til sóma, það er akkurat hluti af því sem ég kem inn á í bókina, það eru bara siðareglur hjá ISÍ á þessum tíma og hvernig er hort inn í bara tengslin milli bindindishreyfingarinnar og íþróttahreyfingarinnar, þetta er eiginlega bara svolítið samofið. Og það þykir einmitt ekki þjóðsynni til sóma þessum tíma að vera með einhverja sem eru hallir undir bakkus. Þannig að það var ekki mikið gert í því að reyna að fá hann af stað en hann var náttúrulega langlíklegastur á þessum tíma til að berjast ykkur verðlaun. En svona eftir á þá náttúrulega koma þarna menn eins og Örn og Haukur Klásen og Torfi Bryngersson sem átti eftir að vinna líka gull á örmóti. Þeir eru í hópnum þarna en þeir eru bara ekki komnir nógu langt í rauninni til þess að vera kannski að slást verðlaun á þessum stað. En nú er oft sagt að ég heyrði aðeins svona þegar Íslendingar voru að keppa í sumar að þá var einmitt sagt, þetta fyrstu ólympíuleikarnir, mikilvægt skref í þroska íþróttamannsins að koma inn á þetta stóra svið. Þannig að þeir hafa kannski haft gagn að þessu. Já, ég held að það sé ekki spurning og það er alveg satt. Þetta er svo rosalega stórt mót, ólympíuleikarnir. Þetta er svo miklu stærra heldur en öll önnur íþróttamót í umgjörð og vera með. Það er ástæða fyrir þetta kalla ólympíuþorpa því að þarna ertu bara með ramgirt heilt hverfi sem að íþróttafólki býr hérna saman í og þeirra fylgdarlið og bara öll þjónusta hérna í kringu þau. Og svo hvað er verið að keppa í mörgum greinum og hvað þarf marga sjálfboðaliða og starfsfólk að þetta er alveg risastórt þannig að fyrir íþróttamann eða konu sem er að fara á sína fyrsta ólympíuleika þá er fólk með stjörnur í augunum og er að horfa í kringu sig og átta sig bara á aðstæðum og sumir kannski gleyma sér í því þannig að
Þú ert að fara á Ólympíuleikana með 2, ég tala um 3 og 4 og búin að ná þér í reynslu á stórmótum og öðrum mótum þar inn á milli, þá náttúrulega hægt að setja allt aðrar kröfur á þig. En þá þetta verið einhver grein það sem þú átt langa feril, bara best fyrir langhlaupara sem að geta keppt á mörgum Ólympíuleikum í röð. Já, og svo erum við að sjá hesta eða knapar, þeir geta enst lengi, skotfimi fólk getur enst mjög lengi á Ólympíuleikum. Við þurfum kannski að fara að búa þetta til hjá okkur. Er það en árangur Íslendinga? Hann var lítill. Já. En ekki til skammar eða eitthvað? Nei, það var ekki tort á það þannig. Jú, það voru eitthvað blaðaskrif um það, þetta hefði nú ekki verið neitt sérstakt. Og það er svona verið að tína ýmislegt til. En áður en maður farið það, því að við þekkjum það frá Eurovision og öllum íþróttamótur öfulega sem Íslendingar eru með miklar væntingar. Var það þannig í aðdragandunum? Nei, ekki beint væntingar til þess að vinna eitthvað verðlaun eða gera eitthvað. Heldur meira bara spenna að Ísland sé að fara þarna og taka þátt í þessum Ólympíuleikum og vera hluti af því. Þjóð meðal þjóða. Akkurat, og líka því þetta svo stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina að þetta fólk leita á þetta sem ákveðna sigurhátíð og svona tákrænt að þetta skildi vera haldið í London sem var ennþá að bara byggjast upp eftir sprengjuárásir og annað eftir seinni heimsstyrjöldina. Og kannast við þá kenningu að árangur Íslendinga í frjálsum íþróttum á eftirstríðsárunum og nefndir Klausenbræður og Gunnar Húseby og fleiri hafi verið meðal annars að því að það hefði þessi kynslóð hefði verið fórnað á vígvellinum og þess vegna hefði verið veikar í samkeppni Íslendingana. Já, og ég held að það sé ekki þetta mótmæla því eins og til dæmis með gullið hjá Gunnari Húseby 1946 á EM en 4 árum seinna í Brussel að ég held að sé alveg hægt að mótmæla því þar af því að þá hefur heimsbyggðin og Evrópa allavega haft þessi alveg 5 ár frá lokum stríðsins til þess að byggja upp einhverja afreksíþróttamenn þannig að ég held að við getum aldrei gert lítið úr afreki Gunnars 1950 þar sem að sigrar með yfirburðum. Þannig að það en 46, já, ég held að svo kenning geti alveg haldið, sko. En titillinn með harðfisk og hangikjöt heimann sem að minni manna á svona hugmyndir Íslendinga að í útlöndum ekkert skjól, eilífur stormbeljandi og allt vont og maður verður bara helst að taka með sér mat að heimann af því það er bara fólk í útlöndum einhvern veginn hefur ekki fattað þetta hvernig á að lifa lífinu og við einn vitu það. Fólk flutti með sér í fyrstu sólarlandaferðunum flutti fólk með sér bragakaffi til Spánar. Það sem eru miklu ríkari kaffihefð heldur hér nokkuð tímann. Ég hef meira þess að farið til. Ég fór til Kína einu sinni 2011 og þá vildi tengdamamma ég væri helst með harðfisk og Prins Pólo í töskunni því að hún treysti mér ekki alveg til að borða alla matina. Sem allt það fólk sem er þar er líklega þéttbýlasta svæði í heimi. Já, nóga mat þarna. Dafnað af. Akkurat, en titillinn vísar í þess að við talum þessi eftirstríðisár bara hvernig ástandið var í Bretlandi og það var matarskortur á ákveðnum matvælum og sérstaklega kjöti. Þetta er ekki íslensku hroki þessi vondum matur í útlöndum. Nei, þetta snýrist ekki það, heldur snýrist þetta það. Ætlast til þess að fólk kæmi með nesti með sér. Já, það kom viðvörun frá Bretum eða viðvörun bara þeir leggja það til að þátttökuþjóðir taki kannski eitthvað með sér ef hægt er því að matur sé á skortnum skammti og þeir taka Íslendingarnir 100 kíló af íslenskum matvælum með sér, meðal annars harðfisk og hangikjöt, það er næstum helmingurinn af þessu sem við tókum með sér, síðan tókum við með sér 50 kíló af laxi sem lá nú reyndar að mestu undir skemmtum að því að hann var ekki geymdur nógu vel en harðfiskurinn og hangikjötið og eggin og annað sem við tókum með sér að það nýtti sem svona aukamatur ofan í það sem við fengu í Ólympíuþorpinu, þannig að þetta var ekki bara matur sem við borðum, heldur bara svona, einhvers konar einhver bónus. En af hverju valdur að skrifa með Ólympíuleika? 48. Það var í rauninni bara heimildirnar sem leiddu mig þangað. Því ég var alveg fastur í því að ég ætlaði að skrifa PR-ritgerð um íþróttir og ætlaði að láta þetta vinna saman og ég vildi náttúrulega gera eitthvað sem hafði ekki verið gert áður. Það hefur verið eitthvað skrifað þátttöku Íslands á þessum Ólympíuleikum en ekki mikið og ekki með þessum ítarlega hætti. Og ég endaði inn á Þjóðskjalasafni og fann þar bara gjörðarbók Ólympíunefndarinnar frá þessum tíma, handskrifaða og vel læsilega mestu. Og stautaði mig í gegnum það allt saman og síðan fann ég skýrslur og svo þetta bara dagblaðaskrif og útvarpspistlar og ýmislegt annað sem ég notaði sem frumheimildir í þessu en svona. En hvað er þessi saga sem þú ert að segja? Hún er þennan undirbúning og áskorunina sem að mæta. Það eru ekki gjaldeyrisöft á Íslandi á þessum tíma eftir seinni heimsstyrjöldina því að við höfum eitt þessum stríðsgróða
sem að Íslendingar náðu sér á meðan stríðinu stóð, veðjuðu þarna á skipaflota til þess að veiða síld þegar síldin síðan brást og þarna var bara komið í óefnið, þannig að þetta voru miklar áskoranir að fara að senda 20 manna hóp og pluss fylgdarlið og áhörendur til London undir þessu gjaldeyrishöftum. Þannig að þetta fjallar svolítið undirbúningin við þessar bábornu aðstæður og síðan þáttökun á leikunum og þetta í rauninni ekki að segja frá, þetta ekki einhver dagbók einhvers íþróttamanns eða segja frá bara hvernig hans árangur var, heldur miklu frekar að fara í þessar aðstæður og bara hvernig undirbúningurinn var á þessum tíma. Reksturinn í kringum þetta? Já, í rauninni. Og fóru áhorfendur með? Já, það fóru rúmlega 100 íslenskir áhorfendur með og það stóð uppalega til mér að segja í hugmyndum Ólympíunefndarinnar að leigja hreinlega bara skip. Það var aðtöku hvort að Esja væri fáanleg bara til þess að fara og vera bara í höfn, þannig að allir getur bara búið þar og fara þá með 250 manna fylgdarlið en það gekk ekki eftir, þannig að það var flogið á þessa Ólympíuleika. Og hverjir vildu fara með og horfa? Voru það bara vinir og vandamenn? Nei, það voru mikið til bara íþrótta áhuga fólk og fólk sem kom úr þessum íþróttaklúbbum á Íslandi, íþróttafélögum og síðan einhverju íþróttaþjálfarar og slíkt. Þetta voru náttúrulega langmest kallar. Þetta náttúrulega kynjaskiptingin þannig á þessum tíma að það eru kallarnir sem fara í svona ferðir, sko. Þannig að en einhverju sem unnu jafnvel dæmi það er eitt sem að vann ritgerðarsamkeppni í Morgunblaðinu í samstarfi við World Sports tímaritið og fór þarna og var boðið á í ykkur hóf og svona, sko, og þurfti að skila inn einhverju pislum í staðinn, þannig að þetta, ég ætla nú ekki að segja þetta að vera einsleitur hópur en kannski einsleitari heldur en kannski hefði geta verið sem að fór sem áhorfendur þarna. En ekki ráðamenn eins og er núna til síðs að ég held að Bjarni Ben hafi farið á Ólympíuleikana, hann sagði alltaf einhverju viðtali. Já, hann var á setningarhátíðinni og Ásmundur Einar var mættur hann líka núna. Íþróttaráðherra. Já, en það er svona, nei, það var ekki. Það var ekki svona íþróttaráðherra þarna, eða? Ásmundur? Nei, það var ekki íþróttaráðherra. Já, þarna, nei. Kannski undir menntamálaráðundu. Já, alveg pottþétt, sko. Það er mikill munur hana, ég veit ekki hvort að þarna kemur svona þetta upphafið að einhverju kynslóð sem afrekskynslóð. Já. Það er svona bylgja á Íslandi, frjálsíðustöðubylgja, endar með velunum á Ólympíuleikunum. Má ekki rekja það svona til þessari bylgju? Jú, svona einhverju leyti. Svona, það átt að vísa í silfrið hjá Vilhjálmi Einarssyni vantarlega í Melbourne 56. Hann náttúrulega er ekki hluti af þessu liði og kemur inn seinna en hann nýtur klárlega góðs af því sem að er unnið á þessum tíma þó svo að hann komi náttúrulega úr allt öðrum aðstæðum austan úr landi. Já, mikið fjallað þetta í fjölmiðlum. Já, hann hefur örugglega drukkið þetta allt í sig, sveitastrákur á Austurlandi á þessum tíma. Hann nýtur klárlega góðs af því sem að er unnið og öllu skipulagi og undirbúningi þegar kemur Ólympíuleikum. Voru landsleikir í frjálsum íþróttum eða ekki? Komu Svíar og voru að keppa við Íslendinga í... Já, svona svokölluð landskeppni, það voru að keppa kannski við eitt ríki eða tvö. Þetta er ekki til lengur eða það? Ekki með þessum hætti. Það eru til eitthvað sem heitir Evrópu bikarlandsliða og svoleiðis og þá eru kannski 10-12 lið í einni deild sem eru sambærilegu getust í og þá er verið að keppa í mörgum greinum og vinna sér stig fyrir að vinna greinar og svona þannig að jú, þetta er til að vissu leyti ennþá. Þannig að þetta var svona stolt ný sjálfstæðra þjóðar var íþróttinnar og kannski helst frjálsíþróttir á þessu tíma. Já, ég held að það er ekki mörg afreikin svona í sundinu? Nei, sundinu. Nei, það er einn Sigurður Þingeyingur sem kemst áfram þarna á þessum Ólympíuleikum upp úr undanrásum, hann er svo eini sem gerir það í sundinu. En sundfólki það er svona líður miklu lengri tími þar til að sundið fyrir að þróast eitthvað í líkingu við frjálsíþróttirnar því að það er til dæmis ekki sent sundfólk á næstu, tvenna Ólympíuleika á eftir. Og varla sundlaug, samkvæmt nútíma mælikvarða til 48? Nei, það er ein 50 metra laug, þannig að hún var í Hveragerði, þannig að þau eru að æfa að mestu leyti í 25 metra laug og það er sint í 50 metra laug á Ólympíuleikum, þannig að það er hluti á afsökununum, akkur þetta gekk ekki betur, að þau hefðu ekki við þannig skilyrði og svo fannst þau vatnið eitthvað kaldara í London og það er nú einmitt eina Háðsklósson sem eitthvað dagblaði skrifar að næst þurfi kannski
að pakka sundhöllinni í Reykjavík niður með hangikjötinu þegar farið verður af stað. Þú verður að synda á heimavelli. Já. Ég er yfirleikum að synda á... En svo líka önnur þróun eins og til dæmis bara bringusundstök og annað á þessum tíma að bringusund og flugsund eru ekki aðskildar greinar. Þannig að þú mátt nota flugsundstök í bringusundinu. Og Íslandingar voru ekki að temja sér það og fóru þá ekki hratt yfir. Þannig að það er svona óvart að sjá hvernig hinir syndu. Já, í rauninni sko. Þannig að það er svona kannski hefðu verið hægt að bregðast við því einhvern veginn betur af því að það var nú alveg samskipt á milli landa þó að fólk væri nú kannski ekki endalaust erlendis á okkur mótum. Það er langt í það að flokkagreinar fara að verða svona þjóðarstolt. Það er alltaf verið á 7. áratugnum sem að handboltinn, sem Íslendingar ekki keppa þátt í og byrjar það ekki að það eru eiginlega kvenna handboltinn sem að vinnur okkur afrek. Og Norrland á móti, það er miðjan 7. áratugum 64. Og langt í það að Íslendingar séu stoltir af fótboltaliðinu sínu? Já, jú, það koma samt alveg inn stoltarnir á milli eins og bara það að vinna Svía 4-3 á Melavelli þó að það hefur verið vináttuleikur og okkur myndi ekki þykja það merkilegt í dag að það voru bara alltaf tímar. Þarna er bara Ísland ekki að taka þátt í öllum þessum undankeppnum fyrir ykkur stórmót og er ekki búið að spila marga leiki í sjálfu sér þannig að það að vinna Svía, það er bara hluta miklu þjóðarstolti og bara stór áfangi á þeim tíma. En í dag náttúrulega þeir eru búin að fara á Evrópumót og heimsmeistaramót bæði kalla á kvenna eða eftir að fara á heimsmeistaramót kvenna að þá myndi þetta nú ekki þykja merkilegur árangur í dag. Það er ekki orðið nógu gott fyrir okkur. Nei. Þú ert íþróttafréttamaður og það voru ólympíuleikar. Já. Og maður heyrði það í umfjöllun á RÚV sem var náttúrulega mest með ólympíuleikana. Það var það svona þessi tónn að þetta var eiginlega frekar aumt að vera bara með 5 þáttakendur og kannski enginn að gera neina svona enginn í hættu með að vera með þær efstu. Hvað er að? Eru við svona lélegi íþróttum? Nei, en það er margt sem spilar inn í. Við erum náttúrulega ekki að setja nærið þess mikið af peningum í afreksíþróttastarf á Íslandi eins og í flestum öðrum löndum. Og það skilur að sjálfsögðu að þegar kemur að umgjörð að íþróttafólkið okkar, þetta besta íþróttafólk geti leyft sér að fara í keppnisferðir og æfingabúðir og með þjálfara og sjúkraþjálfara og jafnvel einhvern veginn aðstoðarmanni viðbót hingað og þangað án þess að vera bara á kúpunni og hafa síðan þess fyrir utan áhyggjur að vera ekki að safna í lífeyrissjóði eða hafa rétt bara til vinnumálastofnunar eða þau eru eignast börn. Þetta er náttúrulega alveg stór hluti á ástæðunni, alveg pottþétt, en svo er miklu fleira sem kemur til. Það er bara orðið miklu erfiðar að komast inn á Ólympíuleika. Það er bara, svo til dæmis við áttum og eigum lyftingakonu sem átti fullt erindi á þessu Ólympíuleika en hún líður fyrir það að það er verið að sameina þyngdarflokka frá síðustu Ólympíuleikum. Hún hefði alltaf komist inn fyrir 3 árum, var alveg á mörkunum að komast inn núna en hún líður fyrir þetta og svo líka það að það er eina svona wildcard-sætið inn að það fer til gestgjafana. Þannig að við erum fullt af frjálsíþróttafólki sem er alveg á mörkunum að komast inn. Þannig að þetta er nú ekki alveg eins svart eins og þetta er kannski svona á pappírnum að við höfum bara verið með 5 keppendur en við þurfum hins vegar að fara að stíga þetta skref. Ef við viljum þetta, við gætum kannski sagt svo að afreks íþróttamennska í samkeppni við lönd sem að leggja allt upp úr þessu útæfi með þjóðinstolti, Kína, Ungverjaland, náttúrulega bara Bandaríkin og fleiri lönd. Já, þetta er bara ekki okkar leikur. Við ætlum að vera góð í að vera með sundlaugarnar okkar og almenningsíþróttir. Við erum mjög góð í barnastarfi og við höfum að halda því áfram og taka það vel, en hins vegar sjáum við bara, við erum með gullverðlaun að hafa frá Sankti Lúsíu í 100 metra hlaupi kvenna á þessum Ólympíuleikum. Það er búið miklu færri á Sankti Lúsíu. Og verðlaun að hafa í langstökki frekar 3 stökki kvenna á þessum Ólympíuleikum var frá enn minna ríki þarna einhvers staðar í Karabíska hafinu eða það er í kring, þannig að ef að þessar þjóðir geta það að þá getum við þetta líka. Þetta er líka bara spurningu það við séum ekki að steypa öllum í sama mót. Það fara allir í fótbolta á Íslandi þegar það er kannski fullt af hæfileikaríku krökkur sem ættu kannski að fara í einhverja aðra greinar. Það er búið að steypa öllum í fótboltan af því að það er bara orðið félagslega athöfn að lenda ekki einelt í skólum af því að þú ert ekki hluta bekknum af því að þú ert ekki að æfa fótbolta. En kannski er það ykkur íþróttafréttamönnum að kenna með svo ofuráherslu á íþróttirnar sem er náttúrulega á fótboltan sig, sem er náttúrulega ótrúlegur rekstur í heiminum. Þetta er iðnaður. Við fyrir að búa til ég held að Ronaldo og Messi séu stærri stjörnur heldur en
Marilyn Monroe og Clark Gable voru í gamla daga. Já, alveg pottþétt. Þetta er gríðarlegt aðdráttarafl sem að fótboltinn hefur. Já, við erum alveg hluti af þessu kerfi. Ég ætla ekkert að fara að hafna því, en þetta hins vegar bara, ef við erum komin út í þessa sálma, þá ertu náttúrulega, ég held ekkert með Liverpool eða þú með Chelsea eða hvaða lið sem þú heldur með. Þú ert í rauninni ekkert að halda með íþróttafélagi, þú ert að West Ham, en það er alveg sama, þú ert ekki að halda með íþróttafélagi, þú ert að halda með fyrirtæki. Ekki, já. Þetta er bara iðnaður, þetta er bara bandarækjumenn sem eiga þessi lið eða jafnvel, þú ert komin í Manchester City, þá ertu með jafnvel bara ríkisstjórnir í Arabíu, eða saman arabísku furstadæmunum sem eru í eigandahópnum og eiga stóran hluta, þannig að þú ert ekkert í sjálfu sér að halda með þess að þú heldur með Fram og KR á Íslandi, þannig ertu farin að halda með stórfyrirtækjum, þannig að þetta er klárlega iðnaður og það er rauninni allt önnur. Þetta sogar alltaf krakkana og það er, maður heyrir það bara þegar maður er að tala við drengi, þú veist, 9 og 10, 11 ára, þá er fótboltinn alveg ótrúlega stór hluti af barnakúltúr. Já, og bara enda frábær íþrótt, ótrúlega skemmtileg og mér finnst það allavega, mér finnst fótbolti aðeinslegur en hins vegar hvað ég að segja, ángarnir og gímaldi sem þetta orðið er síðan önnur umræða sem ég er ekkert sammála öllu í þar en í grunninn finnst mér fótbolti aðeinslegur en ég er bara að benda á það að við gætum kannski búið til gott íþróttafólk í fleiri greinum ef það væri ekki allir að fara í fótboltan eins og ég hef nú heyrt einhverja kollega minna tala norsku leiðina þar sem að börn æfa upp að 10 ára aldrei það bil, hún er sér ekki að fara með ráttmáli því, eru kannski bara að æfa íþróttir og þá ertu bara að prófa allar íþróttir fram að 10 ára aldrei meðal annars fótbolta og svo 10 ára aldurinn þá getur við valið einhverja sérhæfingu meðan hérna á Íslandi þá eru bara allir komnir, dóttir mín 5 ára er komin í fótbolta sko. Og í skipulöðu ræfingar sko. Já. Öfugt það sem var kannski fyrir 30 árum þar sem að krakkarnir voru bara úti á einhvers staðar út á einhverjum fótboltavelli að leika sér í fótbolta allan daginn en núna er orðið skipulöðu ræfingar já bara börnum eins og Já, og svo eins og ég komið náðan, þetta er orðið svolítið félagslega athöfn líka í því að þú ætlar ekki að lenda undir í bekknum, vera hluti af hópnum, að þá getur þú ekki verið svo einu sem ert ekki að æfa fótbolta því að þá ertu kannski nærði ekki að vera hluti af strákahópnum í bekknum eða stelpuhópnum eða hvernig sem það er. Þess að örgulega frekar strákarnir sem að eiga undir högg að sækja í því, stelpunar plummu sig nú eflaust betur, margar hverjar líka bara æfa 5 leika og aðra greinar. En við erum komin svolítið út fyrir efnið í bókinni. Ég náði hérna einn íþróttafréttamanni og Já, bara gaman, alltaf gaman að spjalla þetta. Til hamingju með bókina, Þorkell. Takk fyrir kærlega. Og takk fyrir að koma hingað og ræða ólympíuleikann og íþróttir almennt. Við gerum það ekki oft hérna en ég var að hugsa meðan ég var að tala við það, við ætlum að gera það oftar. Takk fyrir. Og þetta eru lokin í kvöld. Ég þakka Þorkalli og öllum gestum okkar kærlega fyrir og Birni Þorláks fyrir að hafa tekið hér viðtal í þættinum, Pétri Fjellstedt og Laufi Ólafs fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Benda á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, það má líka finna þau öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakar þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu sem er svona frá sunnanverðu Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð og upp á Litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarinn, spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er net og annað borð, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni kannski, ef þið vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, umræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Samstöðun hefur verið byggð upp á þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa leggja okkur lið með að gera þetta áskrifundur. Það eru kannski pluss 40.000 mann sem að hlusta á þættin okkar í hverju viku og af þeim hafa rúmlega 1400 manns gert áskrifundur og það er í boði þeirra sem allt efni er hér. Ef þú vilt slást í hópin þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og skráði fyrir 2.500 krónur sem grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda og tilraunarverkefni að því leyti, svolítið öðruvís en flestir aðrir fjölmiðlar. En þetta er komið gott í bili, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumstu aftur hér á morgun klukkan 8, þá verður rauða borðið hér að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.